Góðan daginn. Í dag haldinn sveitarstjórnarfundur hjá Múlaþingi. Fundurinn í dag er númer 67. Í dag 15. apríl 2026, klukkan 1 og fyrir fundinum í dag eru 26 mál og ég ætla að setja fundinn. Við byrjum á lið númer 1 sem er ársreikningur Múlaþings 2025. Eftirfarandi bókun liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samstæðureikning Múlaþings fyrir árið 2025 við síðari umræðu, en fyrri umræða hann fór fram 11. mars 2026 og ég ætla að biðja fulltrúa sveitarstjóra eða staðgengill sveitarstjóra Hlyn Jónsson að koma hér í pontu og skýra frá helstu niðurstöðutölum. Já, þakka þér. Helstu niðurstöðutölur ársreiknings Múlaþings árið 2025 eru sem hér segir: rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2025 námu 11.389 milljónum króna samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 9.552 milljónum króna. Rekstrargjöld fyrir fjármagnslið og afskriftir námu alls 9.934 milljónum króna í samanteknum ársreikningi 2025 fyrir A og B hluta. Þar af námu rekstrargjöld A hluta 9.050 milljónum króna. Afskriftir ársins í A og B hluta námu 585 milljónum króna og þar af 347 milljónum króna í A hluta. Fjármagnsliðir voru neikvæðir 624 milljónir króna í samanteknum A og B hluta, þar af 528 milljónir króna í A hluta. Rekstrarniðurstaða A og B hluta samstæðureiknings Múlaþings var jákvæð 224 milljónir króna á árinu 2025, en rekstrarniðurstaða eingöngu A hluta var neikvæð 372 milljónir króna. Fyrir fjármagnsliði og óvenjulega liði var rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð 869 milljónir króna, þar af 155 milljónir króna í A hluta. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 472 milljóna króna rekstrarafgangi af A hluta. Lakari rekstrarniðurstaða en áætlun gerir ráð fyrir skýrist meðal annars af samdrætti í tekjum miðað við áætlun, auknum launakostnaði og hækkun lífeyrisskuldbindingar. Annar rekstrarkostnaður stóð í stað milli ára en fór þó fram úr væntingum miðað við áætlun ársins. Hlutfall annars rekstrarkostnaðar af heildartekjum nam 31% sem áþekkt hlutfall og síðustu ár. Verðbólga mældist hærri árið 2025 en gert var ráð fyrir í áætlun. Fjármagnsgjöld námu 625 milljónum króna í samstæðu A og B hluta, en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 582 milljónum króna. Fjármagnsgjöld A hluta námu 528 milljónum króna, en fjárhagsáætlun ársins gerir ráð fyrir 466 milljónum króna. Veltufé frá rekstri var jákvætt 1210 milljónir króna á árinu 2025 í samstæðu A og B hluta. Þar af veltufé frá rekstri A hluta jákvætt 377 milljónir króna. Og fjárfestingarhreyfingar ársins námu nettó 1153 milljónum króna hjá samstæðu A og B hluta, þar af 567 milljónir króna í A hluta. Eigið fé var jákvætt í árslok 2025 4.557 milljónir króna í samstæðu A og B hluta að teknu tilliti til hlutdeildar minnihluta. Lántökur námu 544 milljónum króna árinu 2025, en afborganir af lánum og leiguskuldbindingum námu 836 milljónum króna á árinu 2025. Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 18.489 milljónum í árslok 2025 fyrir A og B hluta, þar af nema heildareignir A hluta 11.737 milljónum í árslok 2025.
Skuldir og skuldbindingar samstæðu A og B hluta námu í árslok 2025 13.932 milljónum króna og hækka 557 milljónir frá árinu 2024. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 10.919 milljóna króna. Skulda viðmið samkvæmt reglugerðum fjárhagsleg viðmið fyrir samstæðureikning A og B hluta 92% í árslok 2025. Og ársreikningurinn í heild sinni að öðru leyti aðgengilegur á heimasíðu Múlaþings. Takk. Við þakkum Hlyni Jónssoni fyrir sína yfirferð. Mælendaskrá opin undir þessum lið. Einhverju vilja taka til máls. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Fundarbann funda fólk. Við leggjum hérna fram ársreikning í seinni umræðu. Það margt sem kemur þar fyrir. Við þurftum að gera viðauka, töluvert stóran viðauka í vor út af kjarasamningum og gera þar ákveðnar breytingar. Það ljóst að það breytingar sem við áætlaðar á tekjuliðinni stóðust ekki alveg undir væntingum, en mér finnst miklu réttar að menn horfi á aukning, velta fyrir tekjum, aukningu milli ára 2024-2025. En tekjur útsvara fasteigna hækka það bil 8% á milli ára, sem held ég bara mjög góður vöxtur. En þeir voru eins og aðeins aukið í viðaukum, 50 milljónir. En það hins vegar fram á jöfnunarsviði þá hækka líkum tæp 8% milli ára. En við aftur ofaáætluðum aðeins þar, en það enda kemur á móti að kostnaður ákveðna þátta sem koma til greiðslu gegnum jöfnunarsjóð var undir, þannig að það kannski eðlilegt að hluta því lækka þess. En það kannski stóra myndin í þessu sú að verðbólga, hún var hærri en við reiknuðum með. Laun og lögn gjöld hækkuðu mun meira á milli ára en við gerðum ráð fyrir, þó að stöðugildum í árslok hafi staðið fækkað 3. Ársverkin voru 10 fleiri á milli ára, en laun og lögn gjöld hækkuðu tæp 12% á milli ára, 24-25, eða rúmar 600 milljónir. Og það bara sést á þessum ársreikningi. Það var smá, sá ég innsláttarvilla í yfirferðinni að upprunalegi áætlunin með viðaukum, og þá voru menn að horfa á það að vera í kringum 0. Það var ekki rekstrarafgangur, en við lendum náum því ekki og förum í neikvæðan rekstur afleiðurum. En við horfum vonandi fram bjartari tíð, en ég held að sé ákveðin brýning í því að við þurfum að vera vakandi á hverjum tíma með framvindu reikningsins og horfa í það að gera þessi best, því það ljóst að við viljum hér halda áfram byggja upp öflugt samfélag, við höfum mikið af verkefni sem við viljum koma í framkvæmd og það verður reksturinn vera þannig að við getum komið það. Ekki meira, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Mælendaskrán opin ef einhverju vilja taka til máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, mann að funda fólk, já, alhlutin lítur ekkert gríðarlega vel út hjá okkur, það verður bara viðurkennast. Hins vegar, já, og ég sit í byggðarráði og ég held að við þurfum að læra af þessu í byggðarráði. Eftirlitið bara var ekki nógu gott. Þetta kemur okkur óvart hversu mikil frávik frá áætluninni. Það við þurfum einhvers staðar að bæta einhverja ferla og yfirfara hlutina þannig að eftir árið sé ekki að koma okkur á óvart frávikin sé einhver af þessum stærðarskala, 300 milljónir rúmlega. Það eru ýmsar skýringar á þessu sem Ívar Karl var að koma inn á. Þetta við áætluðum hækkanir launa kennara ekki að fullu inn. Það eru 50 milljónum meiri kostnaður í
vegna verðbólgu, það er ýmislegt sem að fer upp í þessa tölu, sko, þessa 300 milljónir. Þetta er ekkert, ég hef ekkert gríðarlegar áhyggjur af þessu. Við erum alveg í góðum málum ennþá, en þetta var mjög óþægilegt, sko, þarna núna í kringum áramótin og eftir að maður hafði ekki þessa tilfinningu að við værum að fara svona langt fram úr. Þannig að þar þurfum við að taka á. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Gunnar Ásbjörnsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá þá opin ef einhver vilja kveðja sig hljóðs. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundarfólk. Mér finnst alltaf ársreikningurinn svona, hann þegar að vera afgreiða hana, það svona tímapunkturinn hér í sveitarstjórn þar sem hann líta yfir farinn veg og reyna að læra af hlutunum og kíkja til framtíðar hvað, já, stundum kát og glöð ef að þetta gengur vel en stundum þurfum við að taka okkur á og sauma saman og herða beltisólina. Ársreikningur náttúrulega útkoma ræðst alltaf á tvennu, þar annars vegar hvernig gengur bara með innra með reksturinn og svo ytri skilyrðum og verðbólga er oft títtnefnt hérna og ég tók eftir í máli sveitarstjórnarfulltrúa Ívars Hafliða að hann leiti til bjartari tíma á þessu ári og fram. Ég ætla að gera aðeins að undarsefnið af þessu tvennu, sem sagt innri skilyrðin og ytri skilyrðin, vegna þess að ég ekki að Bjartu síðan og Ívar vegna þess að ytri skilyrðin sem að við eigum mjög mikið undir líta ekki vel út. Og ég er seinni tíð farin að fylgjast mjög mikið með bara heimsmálum til þess að sjá, þú veist, hvernig hlutirnir eru að þróast, þannig að við eigum mjög margt undir þeim. Við erum útflutningsþjóð og mikil ferðamennsku þjóð líka. Og það er eins gott að hlutirnir gangi vel á landsvísu vegna þess að landi eru samansett á einhverjum sveitarfélögum. Það er hins vegar að verða öllum sem einhver kafa í það dagljóst hvað er að gerast, að þetta heimskerfi okkar er orðið ofþanið, það er að segja vesturlanda heimskerfið er orðið ofþanið efnahagslega út af þessum svokölluðum, ég veit ekki hvað heitir á íslensku, fiat currency, það eru þessi gjaldmiðlar sem eru ekki á gullfóti. Þjóðarskuldir Bandaríkjanna eru skelfilegar og tengdir gjaldmiðlar evra og þar með einlega íslensk króna líka falla þar undir. Og ég held að dullist engum að þó að menn valdhafa segja annað að þessi blessuðu stríð sem eru hafin núna eru til þess að halda við ástandinu og fresta fallinu. Og þetta er bara þekkt módel í gegnum árþúsundin má segja. Ég alveg vitnaði Gamla testamenti ef ég það var að fara en ég ætla ekki að gera það í þessu tilfelli. Spánn fór þessa leið sem heimsveldi, hann reis og hneig svo með miklu falli og endaði í þessu svo kallar 5. þrepi sem talað í 7 þrepa falli eða risi og falli. Hann endaði í stríði. Það gera Hollendingar og eftir þeim. Bretar rauninni falla í seinni heimsstyrjöldins efnahagsveldi og við taka Bandaríkin og nú eru þau í einhverjum vondumálum. Vegna þess að menn reyna einhvern veginn með öllum tiltækum ráðum að halda dollarnum úti sem heimsviðskipta gjaldmiðli. Ef hann gerir það ekki, þá er þetta ekki pappirsins virði einu sinni. Þannig að ég er ansið hræddur það að þessi ókyrrð í heiminum, hún valdi því að innan seilingar er verðbólga, það er samdráttur. Þannig að ég ætla bara að gera það hér vegna þetta er nú einn af mínu síðustu sveitarstjórnarfundum, bara gæld að vara við því að hafa varan á sér á komandi tímum. En
Þannig að það er það. Ég er svona leiðilegt að vera svartsýnn sko, en það bara kom til mín hérna í morgun þegar ég var að undirbúa mig sko, og bara svona til þess að pirra einhverja miðflokksmenn þarna úti að úr Sálmónum 120. Of lengi hef ég búið hjá þeim sem friðinn hata. Þegar ég tala frið vilja þeir ófrið, og ég held að heiminum sé einmitt best lýst þannig í dag, menn vilja ófrið til þess að fresta hruninu sem er óumflýjanlegt. Takk fyrir. Svona fulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls, en í ljósi þess að hvorki fyrstinni annar varaforseti er á staðnum, og þá ætlum við að grípa til þess ráðs að láta aldursforseta stýra fundi sem að hefur nú yfirleitt verið Vilhjálmur Jónsson. Ég ætla að biðja Vilhjálmur Jónsson að taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst taka til máls. Og eftir mér er þá í pontu Einar Freyr Guðmundsson. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Takk fyrir, fundarstjóri og góðir fundamenn. Heyrði, ég get bara tekið undir það sem hér hefur verið sagt. Það eru þetta vonbrigði að hvernig niðurstaðan á síðasta ári var. Ég ætla hins vegar að segja þá ég tek undir með því að við getum sannlega verið bjartsýn þar sem að við fórum inn í sameiningu og nú eru 6 ár frá sameiningu. Og ég upplifði það sterkt og hef upplifað það með nokkru móti að nú séum við sannlega orðin sameinuð. Þetta er eitt sveitafélag og við höfum margt fram að bjóða og reksturinn hefur gengið ágætlega. Og núna þegar komin 6 ár þá er auðvitað að vera komin tími til að kannski spyrja sig sko það sem við höfum búið til á þessum 6 árum, er það að virka? Og það væri kannski verkefni næstu sveitarstjórnar að veltaði fyrir sér hvort það sé einhver tækifæri í því að skoða reksturinn, hvort það sé einhver staðar hægt að hagræða örlítið til þar. Við höfum auðvitað verið að vinna fyrir því að fá auknar tekjur og ég upplifði svolítið vonbrigði því að vera að fara á sko síðustu sveitarstjórnarkosningum inn í næstu sveitarstjórnarkosningar og það eru sömu málin einhvern veginn. Það hefur lítið gerst, það voru ríkisstjórnarskipti og þar með voru einhver mál og viss mál sem við vorum að vinna í sem að einhvern veginn stoppuðu þarna í millitíðinni, til dæmis tekjur af orkumannvirkjum og lagareldursfrumvarpið sem við vorum að horfa til að myndi skila okkur auknum tekjum. En við höfum auðvitað bara að hafa stjórn á því sem við getum haft stjórn á, sem er okkar eigin fjármál. Það eru auðvitað fagnaðarefni að núna þegar við höfum mist sameiningar framlögin frá jöfnunarsjóði þá er búið að breyta umgjörð jöfnunarsjóðs sem þýðir það að á næsta ári og þar næsta ári erum við bara betur í stakk búin til að reka þetta sveitafélag. En ég held og bara vil þakka fyrir gott samstarf og bara þverpólitíska samstöðu í því að huga vel að rekstrinum og ég held að það hafi nú bara tekist býsna vel og vona að það haldi áfram. Þannig ég bara tek undir með sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni þegar ég segi við þurfum að huga að innri og ytri málum. Ég er alveg hjartanlega sammála því við getum ekki haft stjórn á ytri málum. Jafnvel þótt við viljum gjarnan fá Fjarðareiðargöng og tekið fyrir orkumannvirki þá hefur ekki verið á okkur hlustað hingað til. En við verðum auðvitað bara að stóla okkur sjálf og við eigum að byggja okkur upp innan frá. Þannig að ég bara fagna því að nú erum búin að taka hennan ársreikning til síðari umræðu. Og vonast til þess að fjármálamuni á næsta og þar næsta ári vera bara í meiri jöfnun, þannig við þurfum ekki verið að hafa áhyggjur af því ef að það þurfa að fara í hækkanir á kjarasamningum eða raska rekstrinum okkar með einhverju öðrum mótum varðandi utanaðkomandi þætti. Takk. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu og ég býð henni að taka aftur við stjórn fundarins. Næstur í pontu Einar Freyr Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir fundamenn, nú er það að verða regla fremur en undantekning að ég vitni í mér eldri og reyndari stjórnmálamenn. Sá sem ég ætla að vitni í dag hef ég vitnað í áður og þessu ummæli eru nú orðin það fræg að hérna liggur við að þurfum ekki að segja hver sagði þetta. En með leyfi forseta, það má aldrei bogna þó á móti blási, það má aldrei hika þótt herði að og það má ekki einu sinni líta undan þótt sýnin sé ekki frýnileg. Þessi orð mældi Davíð Oddsson, fyrirverandi formaður Sjálfstæðisflokksins á landsfundi árið 2009, eftir að hann hafði reyndar látið að því embætti og þó að hann hafi mælt þau í allt öðru samhengi heldur en því samhengi sem við ræðum hér ársreikning 2025 í dag, þá finnst mér þau
eiga við á vissan hátt því að þó að ásetningurinn gæti verið betri, hann er alls ekki afleiddur, þá er það samt þannig að til dæmis fjárhagsáætlunin sem við samþykktum hér í lok síðasta árs gerir ráð fyrir mun betri stöðu og ef að hún gengur eftir þá eru bjartari tímar hér framundan og það er í okkar höndum að sjá til þess að svo verði og ég bara tek undir brýningu fyrir fundamanna að hafa augun á boltanum og tryggja að svo verði. Takk. Mælendaskrá er opin. Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og aðri fundamenn, ég tek nú undir með síðasta ræðumanni, þetta er mikilvægt að vera með augun á boltanum. Kannski eitt bara af því að við þeir eru búin að vera ágætis umræð og bara yfirferð og þetta er náttúrulega alveg ljóst þessi tvískipting á þessi ytri og innri mál þá kannski hvað varðar þessi ytri mál sem og bara skiptimál að hafa augun á boltanum, það eru atvinnumálin. Og bara þróun atvinnumálin og samgöngumálin eru mjög samofin þessu og þessi hnökra sem er í að vinna að samgönguúrbótum hafa áhrif líka á atvinnumálin hjá okkur og það er af leiðandi á tekjurnar. Síðan vil ég bara segja áætlunina því við erum að tala stundum að við höfum ekki verið að áætla rétt og eitthvað slíkt og ég held að það sé bara ljóst að það hendir. En ég vil þó segja að þessar áætlanir, þetta er allt undirbyggt af tilteknum forsendum. Við erum ekki að áætla út í lofti, það er ákveðnar forsendur sem að liggja baki því að áætlunin gerð eins og hún er. Það er ákveðnar forsendur fyrir því að viðaukinn er gerður eins og hann er og það eru bara þessar bestu tíma upplýsingar á þeim tíma þegar ákvörðunin er tekin. Þetta held ég að skipti mjög miklu máli að viðhafa þetta vinnulag áfram. Það var einhver svo sem við að bæta umræðinu öðru leyti, ég vildi bara að þetta kemur fram vegna þess að það skiptir svo miklu máli að vanda það hvernig menn undirbyggja þessar ákvarðanir inn í áætlunina. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máls, fleiri sem vilja taka til máls í þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja hana réttu bönd. Það er samþykkt með 10 atkvæðum. Þá erum við komin í liðinu með 2. Samþykkt og stjórn Múlaþings breytingatillaga. Fyrirliggur tillaga breyting á samþykkt og stjórn Múlaþings og viðaukum við hana. Byggðarráð Múlaþings tók tillöguna fyrir á 185. fundi sínum þann 7. apríl 2026 og vísaði henni til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa tillaga breyting á samþykkt og stjórn Múlaþings og viðaukum við hana til síðari umræðu. Og ég ætla að biðja annan varaforsetann að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Já, ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir. Mér langar bara að koma hér í pontu og fylgja eftir þessum tillögum á samþykktum sem að ræddar voru í byggðaráði og sem forseti sveitarstjórnar þá óska ég nú eftir því að þetta yrði tekið til umræðu til þess að reynslan sú sem þessi sveitarstjórn hefur haft myndi koma til umræðu og við myndum skilja við reglurnar eins og við myndum vilja koma að þeim. Við erum auðvitað að fara að fá nýja sveitarstjórn eftir kosningar og mér fannst eðlilegt að við myndum þá fara aðeins yfir það sem að við teldum eðlilegt að setja inn bæði það sem hefur bara verið einhverju vankantar á en líka bara eins og þetta hefur í raun og veru þróast. Og það voru þarna í raun og veru ég ætla að fara örlítið í stutt yfir þetta að það er verið að leggja til aðeins skýrari heimildir byggðaráðs sem að snúa að bara ákvarðanatöku hvað varðar fjármálin. Síðan er endurupptaka mála sem er klausa sem að var inni undir byggðaráði og var talið bara fínt að taka þar út en það er fjallað það í raun og veru með öðrum hætti. Síðan er þarna fjallað heimastjórnir og opna íbúafundi og ég ætla að koma eins inn á það. Það hefur þróast með þeim hætti að heimastjórnir hafa haft fundi á haustinu og vorin. Auðvitað misjafnt, ég veit að heimastjórn Borgarfjarðar hefur stundum verið með fund
íbúafund einu sinni á ári. En hér er verið að setja það inn að heimastjórn skal að jafnaði halda opna fundi með íbúum 2 á ári, 1 fund að voru og 1 á hausti, en síðan er heimilt að hafa fleiri fundi. Og ég ætla að segja heimastjórnum til hrós, og nú er hann formaður heimastjórnar að segja þessu. En heimastjórnum til hrós, og ég hef reynt að sækja þessa fundi eins mikið og ég hef getað. Þetta er sannarlega sá íbúavettvangur sem við vonuðumst eftir að heimastjórnum myndi vera. Þarna gefst okkur tækifæri á því og ég veit að allir haldi að þetta snúist samtali kjörna fulltrúa og það er það yfirleitt ekki. Þetta er miklu frekar íbúar sem fá þarna millilega laust samtali jafnvel við starfsmenn. Upplýsingar sorphurðu, útfærslu á því, upplýsingar framkvæmdir hitavitunar, upplýsingar hvað framkvæmdir á að fara í á vegum sveitarfélagsins og Hugrún Hjálmarsdóttir hefur verið einna vinsælust á þessum fundum og menn hafa viljað spurja hana spjörunum úr sem er eðlilegt. En þarna hins vegar líka gefst okkur kjörnum fulltrúum að heyra hvað það er sem er að brenna á fólki. Orðið er bara gefið laust og þá er líka hægt að koma einhverja framfæri. Ég held að það hafi bara alveg komið fyrir og ég veit að það hefur komið fyrir að einhver mál hafa tekið breytingum í afgreiðslu í raun og veru eftir umræður á íbúafundum. Þannig ég ætla bara að hrósa því. Þetta er náttúrulega ekki skuldbindandi, þannig að ég lít ekki svo á að heimastjórn og Borgarfirði þurfi að halda 2 fundi á ári, af því það stendur þarna að jafnaði. Síðan er verið að skerpa því á þarna að sveitarstjóri kemur raun og veru fyrir hönd, kemur fram fyrir hönd stjórnsýslunar eða felur öðru starfsfólki að gera það. Þetta er bara svona sjálfsagt og eðlilegt að það standi einhvers staðar skýrum stöðum. Síðan er verið að aðlaga þarna reglurnar að því sem að tengist í raun og veru breytingum á skipuritinu. Og í raun og veru telja að þessar breytingar og reglunum séu bara eðlilegar á þessum tímapunkti. Það þarf sennilega að gera aftur reglugerðar breytingar þegar og ef ný sveitarstjórnarlög verða samþykkt, þá þurfum við að taka þetta til skoðunar og fyrir þetta eftir því hvað verður samþykkt í þeim breytingum sem við þurfum að taka til okkar. Ég persónulega er verandi menntaður sem viðskiptalögfræðingur, þá ætla ég nú bara að segja að reglur eru eitthvað sem á að vera að breyta. Þetta er ekki stjórnarskrá, þetta eru reglur sem að sveitarfélagi starfar eftir. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að fólk upplifi ekki að það sé eitthvað fastmóta skjal. Þetta á að þróast bæði eftir því sem sveitarfélagið er að þróast, menningin er að þróast, en líka bara eftir því sem kallar á varðandi lagabreytingar og annað sem er í kringum okkur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar. Mælendaskrá er opin til þessum ef einhver vilja taka til máls. Ef svo er ekki þá tökum við málið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu hönd. Samþykkt samhljóða. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson var utandyra þegar við samþykktum lið númer 1. Þú getur samþykkt það. Þú ætlar að sitja hjá núna. All right, liðið númer 2 er þá samþykktum með 10 atkvæðum og þeir sem sitja hjá. Það er 1 sem situr hjá. Hljómandi gott, þá erum við komin í aðalskipulag Múlaþings 2025 til 2045. Tillaga nýju aðalskipulagi Múlaþings 2025 til 2045 var auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með athugasemdafresti til og með 11. febrúar 2026. Að lokinni auglýsingu hafa verið gerðar breytingar á skipulagstillögunni sem teljast þess eðlis að nauðsynlegt er að auglýsa hana nýju. Fyrir liggur uppfærð tillaga nýs aðalskipulags Múlaþings sem sett er fram í greinargerð, forsendu og umhverfismatsskýrslu auk skipulagsuppdráttar. Meðfylgjandi eru jafnframt ýmis fylgiskjöl og skýringa uppdrættir. Eftirfarandi bókun liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa tillögu aðalskipulagi Múlaþings 2025 til 2045 í auglýsingu í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar samanber 3. málsgrein 30. greinar sömu laga. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum einhver vil að taka þetta máls. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Ég fagna því að nú standi til að setja aðalskipulagið í auglýsingu á ný, en það hefur farið fram mikil og góð vinna við gerð þess og það bara þakka fyrir það. Þetta er náttúrulega búið að taka heillangan tíma, en þegar vanda skal þá getur það gerst. Og svo er það bara hlutverk nýra sveitarstjórnar að samþykkja þetta endanlega. En ég vildi rauninni bara koma hér upp og árétta afstöðu okkar í VG í Múlaþingi og út frá bókun fulltrúa L-lista í umhverfis- og framkvæmdaráði er varðar hverfisvernd. Á 179. fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs lýstu við yfir í bókun andstöðu okkar við þá ákvörðun meirihluta að fella niður hverfisvernd á Hofsdal, Tungu, Hofsá,
Geithellnadal og Þrándarjökli frá árinu 2006. Á 177. fundi ráðsins lögðum við fram eftirfarandi bókun og kem ég henni nú á framfæri. Meirihluti umhverfis- og framkvæmdaráðs ætla nú að fella niður hverfisvernd þá sem hefur verið á Hofsdal, Tungu, Hofsá, Geithellnadal og Þrándarjökli frá árinu 2006. Fyrir þessari ákvörðun liggja ekki málefnaleg rök og engin greining hefur farið fram á hvað í breytingunni felst. Þau rök að svæði sig á sérhluta náttúruminjaskrár og njóti þarleiðandi verndar standast ekki. Engin verndarákvæði þær náttúruminjar samkvæmt lögum, en þegar hverfisvernd var sett á þetta svæði var stefnan sú að hafa aukin verndarákvæði á því á meðan unnið væri áfram með hugmyndir friðlýsingar á svæðinu. Í aðdraganda stofnunar Múlaþings var lögð áhersla á og því lofað að hin ólíku sveitarfélög sem sameinuðust fengju öll að halda sérkennu sínum og við teljum umrædda hverfisvernd meðal slíkra sérkenna. Hún var ekki sett á í tómarúmi heldur að heilmikilli vinnu undanfarinni. Sú ákvörðun að fella hana niður gengur þvert á þá stefnumörkun og lofar þeirra sveitastjórna sem að sameiningu komu og þeirra sveitastjórna sem hefur setið í fyrrum Djúpavogshreppi frá gerð gildandi aðalskipulags á svæðinu. Það leitt að sjá að meirihlutin ætla nú að ganga í spor þess stjórnvald sem hefur mest verið gagnrýnt fyrir að virða ekki ákvarðanir fyrir rennara sinna. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir loki máli sínu, næstur í pontu Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi á Kjórsæl. Frú forstann og funda fólk. Ég held bara að byrja að koma þér upp og þakka bæði nefndin og þeir sem hafa unnið að þessu verktökum og starfsmönnum fyrir þessu vinnu því að þetta hefur verið mikil vinna og jú, kannski má segja þessi ákveðin svona vonbrigði við skilum ekki vera samþykkir aðalskipulag, heldur þurfa að auglýsa það aftur en það er líka ákveðin kostur en það gefst á tækifæri fyrir íbúa aðra að skoða þetta aftur og veita aftur umsagnir. Það komið margar umsagnir og mér finnst bara og við höfum reynt að bregðast við umsögnum hafa komið. Við höfum tekið ágætis umræðu hvort sem það er skógrækt eða frístundabyggð eða bara sýnileika, bara alls konar mál sem við tekið umræðu og erum svona ítast í rétta staði og sem ég finnst bara mjög gott og það er nefnilega, kannski það er að bregðast aðeins við bókunum VG og Ellistans að auðvitað var þessu ákvörðun ekki tekin inn í tómarúmi. Ég held að tómarúmi hefði frekar verið þegar hverfisveitur kom á því að það finnst rosa lítið til hana, hvernig hún kom til. Það er bara gert að beiðinni landeigenda. Landeigendur í Múla 1, Múla 2, Múla 3, Geithellum 1, Geithellum 2, Víkurósseli, Kambaseli fóru bara fram á það að þessi verið aflétt. Og ég skil alveg hugsa með það að menn hafi viljað setja þetta á til að vinna að skráningu þessa landsvæðis þessa náttúruminjaskrá og þetta hefði farið náttúrulega sé en síðan það var gert fyrir fjölda ára hefur ekkert gerst. Það er nefnilega þannig að mér finnst ekkert eðlilegt að menn geti geymt landsvæði þetta mjög lengi. Þetta er framkvæmdaáætlun og ef menn vilja sjá svæði náttúrulega sé þá skulum við vinna því að koma friðlýsingu. Það er gert með landeigendum. Þannig að mér finnst bara ágætt það að við munum hlusta á því. Ef landeigendur vilja koma til okkar og vilja fá friðlýsingu sín landsvæði þá er það bara frábært. Við munum vinna það með. Ef menn vilja koma til okkar og losna við hverfisvernd þá skulum við reyna að hjálpa þeim með það. Og við munum bara hlusta á landeigendur. Og það er bara að okkar vilji hjá okkur og það því hvaða nákvæmlega landeigendur vilja. Við munum standa með þeim og við erum núna þegar að vinna með landeigendum í friðlýsingu. Við erum að sjá til dæmis Húsey, ætlaði að segja fyrir ekki, sem var mjög lengi á náttúruminjaskrá sé, vera loksins að koma í frekari vinnu. Við erum að segja útjæraðið ennþá stopp, búin að vera stopp mjög lengi og ég bara hvet aðalega til þess að ef menn vilja að náttúruminjaskrá sé verði virt að einhverju veit að menn skuli fara að nota þessum aðgerðum og vinna samkvæmtinni og fara að hefja það samtal við landeigendur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason loki máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson Kjórsæl. Já, fundastjóri, annað gott fundafólk. Þetta er nú svona þetta er nú dregur til tíðenda þegar það þarf að auglýsa þetta blessa aðalskipulag aftur. Ég hef nú ekki verið manna hrifnastur af aðalskipulagsvinnunni, ekki svona yfir það heila heldur hérna á miðsvæðinu og hef jafnvel greitt atkvæði gegn þessa aðalskipulagi. Aðeins fyrst þessa blessuðu hverfisvernd sko að þetta er nú svona eitt af
inn á svona, hvað maður að segja, duldudeilunum eða huldudeilunum. Þetta snýst náttúrulega ekki um hverfisvernd, þetta snýst um þrætueplið Hamarsvirkjun. Það er ég hans ræddur um. Og ég held sér bara best að segja það opinberum orðum og taka þá deilu þannig. Annar vill ekki lyfta af hverfisvernd vegna þess að hann er á móti Hamarsvirkjun, það er sennilega aðalástæðan. Hinn vill lyfta því af og sennilega landeigendur líka vegna þess að menn vilja fá þá lyftistöng sem þessi virkjun verður fyrir samfélagið. Ég veit að ég er að skjóta á vinni mína í minni hlutanum þarna, en það er ég ekki í minni hlutanum, heldur minnst á hlutanum, en þannig það. En ég ætla ekki að tala um það, ég ætla að tala um vegamál hér á miðjunni vegna þess að í téðri fundagerð var önnur minnihlutabókun frá okkar ágæta fulltrúa þar, Henristans, Hannesi Karli, og ég fór nú bara aðeins að skoða þetta og rifja þetta upp í morgun og ég verð alltaf jafn hissa. Og svona til þess að pirra miðflokksmenn aftur að þá kannski er hægt að segja, ég man nú ekki hvar þetta er sko, en Guð þekkir veg réttlátara en vegur guðlausra, já, hann endar í vegleysu. Það er akkurat það sem hefur gerst hér, ég skal ekki segja um hversu guðlausu menn eru, en vegleysan er algjörlega opinber. Og sko, það er nú svo sem frægt að ég barðist hér fyrir norðurleið á móti einhverju suðurleið frá göngum á sínum tíma og úr var það að eftir mikinn bardaga þá var þessi blessaða, nei, hún er ekki eins og blessuð, þessi suðurleið, hún var fyrir valinu og svo kemur þetta aðalskipulag núna, þá eru þar báðar í rauninni komnar inn á aðalskipulagi. Og það er ekki nóg með það sko að sé komin brúi Melsótt til þess að bjarga Borgarfjarðarveginum, heldur er komin önnur við Árskóga. Þannig það eru þrjár brýtnar yfir Eyvindará, menn bara gjörsamlega búin að tapa sér í brúasmíðuna á þessari norðurleið. Ég vildi nú bara fá eina þarna niður frá við Melsóttni. En svo aftur, ég bara er áreita, ég hef svona sagt þetta áður sko, og þá svoleiðis kristallast á þessum uppdrætti hérna sko, sem er af miðsvæðinu og menn finna þarna í gögnunum hvað fyrirbrigðið Lagarfljótsbrú er komið gjörsamlega í skrúfuna. Það er eins og þetta sé rissað upp af litlum krakka sko, þú veist, veginir mótina þessari Borgarfjarðarvegi við Nesvegin lendir í sko 30 gráðu hornið þarna eða eitthvað til norðurs. Við bentum á það, þú veist, mjög fína leið þegar þessi norðurlega var á sínum tíma að fara með veginn og brúna í góðum boga út af það sem heitir Kilstanga hérna og spilla landbúnaðarlandi sem minnst, sem er gjörspillt samkvæmt þessu aðalskipulagi. En brúin er allavega búið að teikna hann upp, ég veit ekki hversu endanlegt það er. Þannig að ég vildi benda á þetta og enn og aftur og ég ætla að greiða atkvæði eins og venjulega gegn þessu aðalskipulagi út af þessu. Þetta er svo mikið klúður á aðalpunktinum í sveitafélaginu, í miðjunni og menn klúðra ekki svoleiðis, menn taka það að skynsemi og gera það vel og það er allt í lagi að bakka og segja, heyrðu, við höfum kannski gert mistök með þessari suðurleið. Það er náttúrulega alveg hrópandi núna. En sko, Hannes Karl, okkar maður í umhverfisráði, bókaði líka þarna undir sama leiðinum á 177. fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs. Ég ætla bara svona skauti gegnum þetta. Í samþykktur aðalskipulagsbreytingu frá síðasta ári var valið að fara svo kallað suðurleið frá gangnaminn að Fjarðarheiðarganga héraðsmegin í stað svo nefndra norðurleiðar sem M-listinn barðist fyrir. Nú leynist ekki lengur hversu rangt og illa ígrundað leiðavalið á suðurleið var þegar kemur að vandræðagangi við að finna leiðatengingu fyrir Borgarfjarðarvegar inn á hringveg 1. Þetta kemur hrópandi fram í athugasemd vegagerðarinnar sem og annarri athugasemd frá hagsmunaaðila. Það má lesa út úr athugasemd vegagerðarinnar að hún ætlar ekki að bera kostnað af nýrri tengingu milli hringvegar 1 og Borgarfjarðarvegar
heldur þar sveitafélagi að gera það með tilheyrandi brúagerð yfir Eyvindará. Hefði Norðurlögin orðið fyrir valinu væri þetta vandamæli ekki til staðar og nú og þegar að fullu leyst skipulagslega og vegagerðin borið þennan kostnað sjálfkrafa. Þannig fórum sjóferð þá í miðri Eyvindaráni. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, þetta með hverfisvernd og ekki hverfisvernd. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl segist bara vilja gera allt fyrir alla. Ef einhverjum dettur í huga að friða eða affriða eða eitthvað þá ætli hann bara að gera það. Og ég segi nú bara eins og Þröstur, guðláti og gott vita. Það orðið stefnan að fara bara eftir vilja íbúa. Það er jákvætt. En breyting. Þröstur segir að þetta snúist Hamarsvirkjun. Ég held að geri það mjög lítið. En hugsanlega að einhverju leyti þarna, ég er ekki alveg viss upptakasvæði fyrirhugaðar Hamarsvirkjunar, hvort hún á Þrándhegajökli. Ég bara þekki það ekki. En þetta rosalega stórt svæði sveitarfélagið á talsvert land á þessu svæði. Þannig að og mér finnst það að vera stórt mál þegar verið að afnema þar sem að það bara pennastrikk. Hitt að fara með þetta í gegnum ferli að koma hverfisvernd eða einhvers konar friður á, það langt ferli. Hitt bara eitt strikk og menn að fara varlega með þau strikk. Þau eru þau geta verið dýr. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sem hljóðsund í þessum lið. Svo Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu fundarmenn. Mig langar að fylgja aðeins eftir með Lagarfljótsbrúna. Finnst svona eins og það sé ekki alveg búið að klára það mál ef ég myndi biðja formann umhverfisráðs að fara aðeins yfir þá vinnu og þá sýn sem að liggur fyrir. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu og forseti hyggst taka til máls og ég bið Anna Fossum að taka við stjórn fundarins. Já, ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúi Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, forseti og annað gott fundarfólk. Já, einmitt. Það var við upphafi aðalskipulagsvinnunnar, þá var rætt hvaða mál ættu að vera innan skipulagsvinnunnar og hvaða mál ættu að vera utan. Lagarfljótsbrún ein af þeim sem í raun og veru utan þessar skipulagsvinnu af því að það alveg vitað að til þess að ákvarða legu Lagarfljótsbrúar það þarf að fara í umhverfismat og samhliða umhverfismati lítið mál að fara í aðalskipulagsbreytingar. Vegagerðin náttúrulega búin að leggja fram það liggur fyrir nýrri samgönguáætlun, þar ekkert verið að flýta Lagarfljótsbrúnni. Hins vegar Vegagerðin búin að hefja vinnu við það að fara að meta það hvar legan ætti að vera. Þegar sú vinna skammt á veg komin, en ég veit að starfsmenn sveitarfélagsins hafa fundað með fulltrúum Vegagerðarinnar og mér finnst ekki ólíklegt að það fari komið bráðum upplýsingar. Þau voru búin að óska eftir upplýsingum einu sinni frá umhverfis- og framkvæmdaráði sem ráðið svaraði bara því sem að okkur var beint. Legan mun skipta gríðarlega miklu máli. Ákvörðun legunar þarf að ákvarða í samráði við íbúa, beggja megin, flutningsaðila og bara það þarf að skoða hann í stóru myndinni. Og það var ekki talið að vinnan við Lagarfljótsbrúna væri bara komin of langt. Og síðan þetta þannig með aðalskipulagið þótt að það verði samþykkt að þá verður því breytt. Og það nú, frá því ég byrjaði skipulagsmálum og þá það verið þannig að það ekki fyrirbúið að samþykkja eitthvað skipulag, þá þarf að fara að breyta því. En skipulagið svolítið svona eins og reglurnar, við verðum líka bara aðlaga að breytingum. Þannig að við erum ekkert smeyk við það að fara síðan í þá aðalskipulagsbreytingu til að koma Lagarfljótsbrúnni fyrir. Í stóru myndinni skiptir þetta líka máli hvað var það stækkun flugbrautarinnar, hvenær kemur það til, hringtorgið, færsla þjóðvegar,
Það eru svona ýmis stór mál sem að við getum gefið okkur langan tími að ræða og höfum gert. Við höfum rætt þetta mjög lengi hér og oft og ekki alltaf verið sammála og verðum sannlega aldrei sammála alveg. En við allavega samviskusamlega erum búin að vinna aðalskipulagið og það liggur til auglýsingar núna og ég vil bara hvetja alla áhugasama að kynna sér það. Það náttúrulega kannski, það hefði auðvitað verið gott að þurfa ekki að auglýsa það aftur en það komu bara inn upplýsingar frá utanaðkomandi aðilum sem hefur voru þess valdandi að við ákváðum að taka það inn og auglýsa aftur. Hinn bóðin ætla að segja mér finnst það bara mjög lýðræðislegt og skemmtilegt að geta boðið upp á það að bjóða bara íbúum að koma aftur með athugasemdir. Þannig að ef það hefur einhver hluta vegna farið fram hjá fólki þá getur það komið með athugasemdir og síðan það þá hlutverk nýrra sveitarstjórnar að samþykkja skipulagið sem ég líka ákveðið skemmtilegt og lýðræðislegt af því þá er þetta ábyrgð tveggja sveitarstjórna. Þetta blessaða mál okkar. Takk. Takk fyrir það. Ég bið forseta að taka aftur við stjórn fundar. Það eru fleiri sem vilja hvað sem ljóðsund þessum lið. Ef svo er ekki þá tökum við það til afgreiðslu þeir sem samþykkja þetta, rétta bönd, einhver sem situr hjá og einhver sem er á móti. Einn á móti. Það eru komin í lið nr. 4, sumarlokun skrifstofa Múlaþings 2026. Fyrir liggur bókun byggðaráðs Múlaþings frá 7. apríl 2026, auk minnisblað frá sviðsstjóra stjórnsýslu og sviðsstjóra mannauðs og þjónustu í Múlaþingi vegna sumarlokunar á skrifstofu Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að sumarlokun á skrifstofu Múlaþings verði með eftirfarandi hætti. Skrifstofur á Borgarfirði, Seyðisfirði og Djúpavogi verða lokaðar frá og með mánudeginu 7. júlí 2026 til og með föstudeginu 31. júlí 2026. Skrifstofa sveitarfélagsins á Egilsstöðum verður lokuð frá og með mánudeginu 20. júlí 2026 og til og með föstudeginum 31. júlí 2026. Þá samþykki byggðaráð og opnunartíma á skrifstofuna á Egilsstöðum verði styttur þetta án og sennilega verður þá samþykki sveitarstjórn. Þá samþykki sveitarstjórn og opnunartíma á skrifstofuna á Egilsstöðum verði styttur með þeim hætti hann verður frá klukkan 9 til 15 frá og með 15. júní 2026 og til og með 14. ágúst 2026. Á föstudögum lokir skrifstofan klukkan 13:30 á sama tímabili. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Ef svo er ekki þá tekið tillöguna til samþykktar þeir sem samþykkja þetta réttu bönd. Samþykkt samlega eða samþykkt með 10 atkvæðum. Samþykkt samlega. Við erum þá komin í lið nr. 5, sveitarstjórnarkosningar 2026. Á 77. fundi sveitarstjórnar Múlaþings þann 11. mars 2026 var samþykkt fyrirkomulag sveitarstjórnarkosninga og heimastjórnarkosningar í Múlaþingi 2026. Fyrir liggur tillaga notkun kjörgagna sem ætluð eru til utankjörfundaratkvæðagreiðslu viðkomandi heimastjórnarkosningar í Múlaþingi og skipun starfsmanna til að annast þann hluta kosninganna á skrifstofum sveitarfélagsins. Auk þess liggur fyrir tillaga kjörstjórn til viðbótar vegna utankjörfundaratkvæðagreiðslu vegna sveitarstjórnarkosninga á skrifstofum sveitarfélagsins á Djúpavogi. Þá liggur fyrir tillaga leiðréttingu og skipun í undirkjörstjórn í kjördeild 2 á Fljótsdalshéraði vegna komandi sveitarstjórnarkosninga. Á síðasta fundi sveitarstjórnar 11. mars 2026 stóð til að skipa Guðmund Þorstein Bergsson í kjörstjórnina en hann var ranglega nefndur Guðmundur Þorsteinsson. Er að ræða leiðréttingu og rituði fyrir bókun en ekki breytingu á viðkomandi einstaklingi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að við atkvæðagreiðslu í fyrirhugum heimastjórnarkosningum verði notuð kjörgögn samkvæmt C-lið 1. málsgreinar 7. greinar reglugerðar nr. 922/2023 í stað kjörgagna samkvæmt lið A-lið frá upphaf kosninganna 30. apríl 2026 til og með 15. maí 2026. Utan kjörfundaratkvæðagreiðslan fer fram á skrifstofum sveitarfélagsins á Borgarfirði, Djúpavogi, Egilsstöðum og Seyðisfirði á opnunartíma þeirra eins og áður hefur verið ákveðið. Hægt verður að neyta atkvæðisréttar á kjörstöðum á kjördag 16. maí 2026. Sveitarstjórn samþykkir að fela eftirtöldum einstaklingum umsjón með og framkvæmd utan kjörfundaratkvæðagreiðslu í heimastjórnarkosningum á hverri skrifstofu sveitarfélagsins. Á Borgarfirði. Alda Marín Kristinsdóttir, Anna Margrét Jakobsdóttir Hjarðar og Þórunn Ólafsdóttir. Á Djúpavogi, Ólöf Vilbergsdóttir og Rúna Matthíasson. Á Fljótsdalshéraði, Andri Þór Ómarsson, Hlynur Jónsson og Sigrún Hólm. Á Seyðisfirði, Bára Mjöll Jónsdóttir og Inga Þorvaldsdóttir. Sveitarstjórn samþykkir að óska eftir því við sýslumann að kjörstjóri til viðbótar vegna utankjörfundaratkvæðagreiðslu vegna sveitarstjórnarkosninga á Djúpavogi verði Rúna Matthíasson. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt fyrirliggjandi tillögu leiðréttingu á ritvillu varðandi skipun í undirkjörstjórn í kjördeild 2 á Fljótsdalshéraði. Í stað nafnsins Guðmundur Þorsteinsson kemur rétt nafn Guðmundur Þorsteinn Bergsson. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið. Helgi Hlynur Ásgrímsson,
Forseti, ég hef ekkert við málið aðtöf, en ég ætlaði að koma upp undir þessum lið og hérna við erum að fjalla kosningarnar, heimastjórnarkosningar þar meðal. Ég ætlaði bara að koma því að framfæra. Ég skora á náttúruverndar fólk, náttúrusinnað fólk að bjóða sig fram til heimastjórna. Þær eru fara með vald náttúruverndarnefnda og það hefur vantað þá rödd þar inn og nú er hún mikilvægari en nokkru sinni fyrir þegar að við höfum ekki umhverfisráðherra í landinu. Takk. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu, Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðrir annað hundafólk. Ég skammast mér nú kannski bara pínlítið af því að ég er ekkert efnislega ósamlega neinu í málinu per se, en langaði að koma með einn ábendingu út af því að við erum að fara að gangi kosningar. Á síðasta kjörtímabili, á nákvæmlega sama tímapunkti, við vorum að renna inn í kosningar, þá voru að mér virtist allir í sveitastjórn sammála það að sem sagt að það vantaði eitt í kosningabarátuna sem á okkur fannst eða ég skildi umræðuna þá þannig að sveitafélagið ætti að koma í veg fyrir að myndi endurtaka sig og það var það að það var aldrei neitt vettvangur fyrir öll framboðin, alveg sama, stór og smá að koma og halda kosningafundi einn í hverjum kjarna. Það var einn kosningafundur sem ef ég man rétt þá held sveitafélagið og Austurfrétta saman ef ég man rétt og það var einn fundur sem mér persónulega fannst ekki nógu góður og bara bara hreinlega fannst mér að leiðilegur en það er önnur saga en sko og þá var sett svona óopinbert plan það að fyrir næstu kosningar þá myndi sveitafélagið sjá það að halda kosningafundi í hverjum kjarna. Þannig að mig langar bara, ætli það sé þá ekki í höndum byggðarráðs að velta þessu, ef einhver ætlar á annað borð að velta þessu upp, þá mun bara biðja byggðarráð að taka þetta upp því að ef að þetta er eitthvað sem við ætlum að láta raungera þá þarf það að gerast mjög snöggt og ég hvet okkur bara til þess því ég held að það sé bara gott fyrir íbúana, ég held að sé líka gott fyrir íbúa sérstaklega minni kjarnana í sveitafélaginu okkar, hvort sem það er svo smæsti eða þeir tveir næstæstu, að það sé komið, að sveitarstjórnar fólkið er að komi á staðina og taki debatt málin sem snerta þá staði, þannig að þetta sé ekki alltaf svona, nú séum ekki alltaf að tala sömu stóru málin, basically, að megi mæta á Seyðisfjörð og rífast girðingu eða whatever á góðri íslensku, hvað sem er afsakið slettuna. Þannig að ég bara biðla til þeirra sem eru í byggðarráði að taka þessa hugleiðingu mína þar inn. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu, forseti alltaf hyggst taka til máls og ég beðið annan varaforsta að taka við stjórn fundarins. Já. Og ég bið það sveitarstjórnarfulltrúi Jónu Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, forseti og annað gott fundafólk. Já, réttir það, ef að Eyþór minn þú hefur komið okkur í hádegismat, þá hefur við náð þessum umræðum hjá okkur. En við tökum þær bara í pontu hér. Jú, sælla minninga, þá var það rætt að hvort að það var gott að þetta yrði skoðað. Og þessi skoðun er í raun og veru byrjuð. Starfsmenn sveitafélagsins hafa verið að viða að sér upplýsingum þetta. Það er allur gangur á þessu. Í Fjarðabyggð er það svo að yfirkjörstjórn skipuleggur opna fundi. Yfirkjörstjórn hér hefur ekki gert það og ég veit ekki til þess að þetta byggir sennilega á þeirri menningu sem hefur verið í kringum kosningar í fyrrum sveitafélaginu sem núna er Múlaþing. En allavega hefur yfirkjörstjórn ekki gert það ef ekki lýst yfir neinum vilja til þess og ég veit ekki einu sinni hvort að mér persónulega finnst það eitthvað æskilegt að yfirkjörstjórn sé að skipuleggja svona fundi en það er bara mín persónulega skoðun. Ég veit að starfsmenn sveitafélagsins og Hlynur Jónsson sem er hérna með okkur í dag, hann var búinn að hafa samband við þau fyrir norðan í Norðurþingi og þar eru engir fundir skipulagðir á vegum sveitafélagsins.
Ég er búin að vera að reyna að rifja upp og hvernig þetta kom til með þetta í síðustu kosningum. Þetta er 22, þá sátu við 2 fulltrúar allra framboða, einhvers staðar, var það hvort það var í grunnskólanum eða í menntaskólanum, við vorum í menntaskólanum, grunnskólanum, einmitt, en Austurfrétt tók upp þann fund og senda hann út. Ég tel bara eðlilegt að þetta Hlynur taki saman minnisblað og þetta fari fyrir byggðarráð í næstu viku. Mér finnst bara langa eðlilegast að það sé þannig og það verður bara tekin. En ég ætla að segja að það eru þetta bara margar mismunandi skoðanir á þessu. Það eru þetta þannig að framboðin fá greitt á hverju ári frá sveitarfélaginu og einhverju hafa þá skoðun að framboðin eigi bara að gera þetta sjálf og það eigi ekki vera að blanda starfsmennu stjórnsýslu inn í framboðsmálin, það eigi að halda þeim frá. Í alþingiskosningum og þá er það ekki neitt á vegum ríkisins sem að haldir neinir framboðsfundir hér. Þeir framboðsfundir sem hér eru haldnir, þeir eru allir skipulagðir bara framboðinu sjálfum. Þannig að svo eru þetta gaman eins og þau gerir þetta í Fjarðabyggð, það er alveg gaman en það má diskutera það, er það þá, hvers er þá að skipuleggja það, væri það þá öll framboðin sem vilja koma því. Síðan eru þetta bara framboðin mismunandi og hafa sína mismunandi menningu, hvernig þau hafa verið að keyra sína kosningabaráttur. Þannig að það tosast á þarna mörg sjónarmið. En ég held að sé bara eðlilegt að þetta sé rætt í byggðarráði. Þannig ég reikna með að svo verið gert og vonast til þess að það verið bara í næstu viku. Já, takk fyrir. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórn fundar og Ívar Karl Hafleðarsson er næstur á mælendaskrá. Forsetar, vonandi fólk. Ég held þessi rétt að kannski má segja þessi mismunandi menning og allt það. Þetta er líka spurning hvar kostnaður við svona fundið að vera, hvort það er vera hjá sveitarfélaginu eða öðrum. Gaman að heyra þetta með Fjarðabyggð, ég vissi það ekki að það var yfirkjörstjórn og það svona er það sama. Auðvitað má segja einhver geti kannski sett einhver dagsetningar. Ég held að sé mánuður í kosningar. Ég held að sé nokkuð þannig tímalína. Við erum allan að búin að raða saman fundum og okkar dagskrá mikið þannig að það er ekki þægilegt að menn ætla að fara að búa til kannski 4-5 fundi í aðdragandi kosninga þegar að ég held að ábyggilega flest framböðin bara komin að fullt með það að skipuleggja þetta sjálf. En ég held að sé fínt að við tökum þetta bara í byggðarráði næsta fundi ef það er viljað til þess að þetta komið þá þangað. En það auðvitað hefði menn ef þessar hugmyndir að verið hefði menn átt að vinna þetta kannski aðeins fyrr. Því að það er orðið stutt í kosningar eins og sést hér á fundinum. Það er komið hit í menn. En að því að ég held að það sé, ég hef alltaf erfitt með eins og ég segi, hvort það sé sveitarfélags að skipast fundi fyrir íbúa. Við erum líka þá, við sitjum hér sem erum ákveða að þetta er hér í frambúðum, það er ekki öll frambúð sem er nú frambúðið sem er aðgengið þessu fund, skilja, þetta er svona, maður getur alveg velt alls konar vinklum í þessu, en ég held að segja mikilvægt að þetta bjóða upp einhver opna fundi og ég ætla líka bara að hvetja fólk til þess að, eitt er það að funda og eitthvað svona, hitt er líka bara að fara að hitta fólki sem býr í samfélaginu, ég held að það sé líka bara mjög hollt, þannig að hvað maður segja, við tökum þetta en ég veit ekki alveg hvernig menn ætla að útfæra þetta með að því að svo ef við ætlum að fara að halda fundi hvar ætlum við að halda fundi og hvar ekki ég held að öll frambúð hefur þurft að velta þessu fyrir sér því að það er ekki nóg með eigum hérna 4 fremandi sveitarfélög við höfum líka alls konar aðrir í kjarna þannig að hvernig menn ætla að draga þessa línur það getur orðið mjög erfitt Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleðarsson er lokið máli sínu fleiri sem vilja taka þetta mál sem þess að Vilhjálmur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi gjörðu svo vel Já, forseti og fundarmenn, ég held að sé ágætt að taka einhverja umræðu með þetta í byggðarráðinu og taka saman minnisblaðin. Ég velti bara fyrir mér hvort það er ekki heppilegra að frambúðin skapi sér einhvern samstarfsvettvang til þess að vinna svona fundum sameiginlega frekar en að stjórnsýslan sé að fást við þetta með einhverjum formlegum hætti. Mér finnst það einhvern veginn skynsamlegur og kannski framlag sveitarfélagsins inn í þetta gæti verið að leggja til fundar aðstöðu. Þannig að það myndi nú kannski svona létta máli en síðan bara velti ég þið líka upp sko við erum með bara mjög ólíkt svæði og það er kannski svolítið misvægi í því að vera til dæmis ekki með fleiri funda á Fljótsdalshéraði sem er þetta víðfemt og fleiri þéttbýliskjarnar og svo framvegis. Þannig ég held að þetta sé bara eitthvað og ég held að færi best á þetta væri á vettvangi frambúðan og eins og Ívar nefndi að það er ekki, sum frambúðan eða ekki sæti hér núna, og það eru alls konar breytingar og verða kannski samstarf sem er ekki til í dag sem svona verða einhverja nýjungar í frambúðum þannig að það skapist einhver hefð og vettvangur fyrir þetta. Helgi Hlynur Ásgrímsson, rétt á undan Eyþóri Stefánsssyni.
Forseti, já, þetta fín umræða. Sko, hefði þurft að koma fram þeim fyrr, þetta kom mjög skýrt fram fyrir síðustu kosningar. Þá börðumst við Þröstur, fyrrverandi Miðflokksmaður, við vindmyllur í þessu. Við vildum fara í kjarnana, sáum bara fyrir okkur þetta sem og vissum að hvernig þetta í Fjarðabyggð, þar sem að framboðin fara sameiginlega á alla þéttbýlisstaðina. Við erum reynda með fleiri þéttbýlisstaði heldur en eða marga sennilega eins og Fjarðabyggð. En en ég alveg sammála þessu. Það sennilega miklu gáfulegra að þetta sé sko framboðin sjálf sem að vinna að þessu sko. Ekki miðlagt á sveitarfélaginu og sé að leggja í meiri kostnað og svo framvegis. En ég held að þetta sé gagnlegt sko. Þessi fundarhöld almennt fyrir kosningar þá fara ekkert mjög margir á fundi hjá sjálfstæðismönnum að það er sjálfstæðismenn. Það er miklu frekar sko að miðju kjörtímabili sem menn fara víðar sko. En þannig að já, ég hlynntur því að við förum sameiginlega debatti verði og nákvæmlega þessi staðbundnu málefni líka sko. Við það eru alls konar mál. Segjum bara húsakapallinn á Djúpavogi. Hvað við erum að gera í húsnæðismálum í byggðarlegum þar. Það bara væri gott að við myndum svara því á fundi öll framboði. Því að þetta er bara mjög stórt mál þar. Og svo framvegis. Þannig að ég vil gjarnan að við förum sameiginlega. Og svo er þið líka bara svo skemmtilega. Það sem spilar inn í. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson að lokinni máli sínu. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðrir fundamenn. Þetta, já, vangaveltuna sem koma fram núna eru bara nákvæmlega sömu og voru á nákvæmlega sama tímapunkti fyrir 4 árum. Menn eru byrjaðir að skipuleggja og hvað margir fundir, já, vissulega. Og ég skal nú bara viðurkenna upp á mig skömmin allavega okkur. Mér datt bara ekki annað í huginn að byggðar og það væri að vinna þessu og var bara svoandi að feður á sig og það eru bara mín mistök þess að kom ég persónulega ekki með þetta fyrir fram vegna þess að mér fannst svo skýr vilji síðustu sveitarstjórnar að gera nákvæmlega þetta að mér óraði ekki annað en að þetta yrði lagt upp með þetta. En svona varðandi það hvort að sveitarfélagið eigi að vera með puttan í þessu eða bara framboðin sjálf, ég veit það ekki, sko, það er bara vangavelta sem þarf að taka, en sko, það getur verið hagur sumra framboða þetta verði, það getur verið hagur sumra framboða þetta verði ekki og nú er ekki endilega að tala um framboðin sem eru hér og nú. Þannig að ég sé ekki alveg að það sé einhverjir stórkostlegir vankantar við það að sveitarfélagið bara rétt eins og það gerði, ég hélt einn kosningafund síðast í samstarfi við Austurfrétt, leggi það til málana að það sé einn slíkur það mætti vera 4 fundir á hverjum byggðarkjarna bara svona í anda sameiningar, það mætti vera fleiri mín vegna sko. En bara að það sé bara svona til að tryggja ákveðin lýðræðis grundvöll ef við horfum á þetta aðeins stærra en bara akkvært framboðum sem eru hér og nú og bara öll staðfest framboð fengi náttúrulega sæta á borðinu hvort sem þau fulltrúi sveitarstjórn eða ekki vegna þess að við getum alveg gleymt því á þeim tímapunkti að þetta takist að púsla þessu saman þannig að öll framboðin taki þátt nema það sé einhver utan að komandi sem að ætli að halda þessa fundi. Við vitum það öll sko, ef að kosningastjóri eins framboðsins hefði samband við hinn, það yrði bara svo ævintýralegt púsluspil að
mér er til stórkostlegs efs að það gerðist og þá erum við bara, mér finnst það bara að vera jafngild á því að við erum ákveð að gera þetta ekki, ok, og það er þá bara ákveðun, en þannig að mér finnst alveg eðlilegt að sveitarfélagið setji sér einhverjar, leikreglur þetta vegna þess að þetta þyrfti þá líka, þetta þarf að vera aðeins meira en bara að græja húsnæði og svo setjast menn og starra út í loftið og einhver spyr, það þyrfti þá að vera einhver stjórnandi sem að myndi undirbúa sig, semja spurningar eða taka við spurningum og svo framvegis. Hvort það er akkurat sveitarfélag sem hefur gerað það, ég veit það ekki, en mér finnst allan að við ættum að búa til einhverjar leikreglur til þess þá að láta það raungerast að þetta gerist þá eftir 4 ára ef menn vilja það. Við vitum það öll að þegar RÚV hringir og segir við ætlum að hafa fundin okkar hérna klukka þetta, þá bara skipuleggja öll framboðið sig út frá því. Það er bara eitthvað staður sem mun verða á. Mér finnst mjög æskilegt að svona framboðsfundir í hverjum kjörna yrðu bara partur af því sem við ætluðum bara að mæta og skildum mæta í gá. Þetta döga. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu, Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi Kjósarver. Já, forseti, annað gott fundafólk. Lýðræðið, blessað lýðræðið. Það er að koma hér inn á borð allt og seint, hvað þetta varðar. Ég er alveg sammála því, en það sem að ég get nú alveg verið rólegur fyrir þessar kosningar, að þá vildi ég kannski aðeins lítið allir baka, sko. Ég hef búin að fara í gegnum 2 kosningabaráttur og ég tek undir með þeim tveimur sem hafa komið hér upp fyrir minnihlutann að eins og formið hefur verið á þessu, að það hefur verið svona, þetta hefur verið svona panel, hvert og eitt framboð hefur farið með sinn oddvita upp í pontu og haldið þar einhverja ræðu og svo framvegis og svo bara var þessi fréttamaður hjá Austurfrétt bara spurði menn, var komið formatera spurningar og spurði menn spöranmál. Þess vegna svo horfa á leiðinlegan sjónvarpsþátt. Stóra vandamálið við sveitarstjórnarmál þegar kemur á kosningum er það að það er lítill áhuga. Fólk almennt hefur ekkert rosalega mikinn áhuga á sveitarstjórnarmálum. Okkur þykir þetta rosalega merkilegt sem erum hérna inni. En það er bara ekki þannig út í samfélaginu. Og það er því miður. Og þess vegna ekki síst börnust við kamerat Helgi Hlynur fyrir síðustu kosningar að breyta þessu í bara gamla góða formið þegar að menn mættust frá öllum frambúðunum og svo bara skotið út á sal. Þeir tímar eru einhvern veginn liðnir og menn eru komnir pólitíkus og hvort sem það er í sveitarstjórnarmálum öðrum á bakvið einhvern verndar hjúp og það segir nú í ritninguna að sá sem meðalikar vil vera mestur hans í allra þræll. Þess vegna á hann að mæta á svona fund og bara taka við skotunum frá, hvað við þá að segja, þræla haldarann sem er almenningur. Þannig að mér finnst þetta miður að þetta form sé ekki komið á vegna þess að hitt form sem er búið að vera núna hérna í 2 skipti, 2 undanfarnar kosningar er bara, og ég held að sé ansi margir sammála því, það er eiginlega hundleiðilegt, það er ekki, það hefur ekki, hvað maður að segja, attraktsjón, aðdrátt, en þetta gamla form, þar sem menn geta bara mætt í sal og vita það að menn geta bara skotið utan á sal, auðvitað undir einhverju stjórn, það vil nú oft vera að einhver einstaklingar taki sig upp og haldi heilu ræðunar utan á sal, slíkt það náttúrulega að stoppa. Þetta er vonlaust að gera þetta á grundvelli frambúðana þau sem semjum þetta og Eyþór sveitarstjórnarfulltrúi benti réttilega á það er bara fræðilega möguleiki, hann er ekki gerlegur. Þannig það er einhver þriðji aðili sem þarf að skipuleggja þetta ef þetta á að vera svona. En ég er algjörlega sammála Ívari Karli sveitarstjórnarfulltrúa að hér er verið að grípa allt of seint í rassinn. Það er bara þannig, en vonandi oft gerast góðir hlutir hægt, vonandi tekst mann að breyta því fyrir næstu kosningar og hver veit hver verður í frambúið þá. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson lokið máli sínu, Ívar Karl Hafliðason. Það er að koma hér til svara. Já, frú forseti, ég kennu aðalega bara til að vera
litla athugasemd við þannig Eyþór sveitarstjórnarfulltrúa frænda minn Eyþór Stefánsson að því hann var nú aldrei viss hvað hann væri í pólitík en eftir þessa forræðishyggju hugmyndir hans þá vitum við öll hvað hann í pólitík að ég beð bara eftir að þetta setja okkur reglur að við þurfum að mæta á einhverja fundi en ég held að þetta sé auðvitað máli segja hvernig við ætlum að haga okkur samtali og eitt það sko hver á ákveða hvernig er best að haga samtali við höfum bara þóttið verið með það hjá okkur sjálfum sko hvernig við tölum best auðvitað ef menn boða fundi þá munum menn mæta sko ég held að það sé kannski annað en þá er spurningin sko íbúar geta boðað fundi með vilja að fá þetta samtal það getur hver sem er boðað fundi og boðið einhverjum úr þessum að mæta það er bara spurning hvort að það hefur verið sveitafélag sem vasast í því annað en kannski þá að bjóða upp á aðgengi að húsnæði eitthvað þannig sko ég velti ég bara fyrir mér þegar ég alveg mörgum til sammála sveitarstjóra Þresti Jónssyni að formið getur stundum verið erfitt eða svona þetta getur algjörlega mistekið sko þetta þarf að vera góð stöð þetta þarf að vera gaman og eitthvað svona því að áhuginn er nú oft ekki það mikill og áhuginn þetta geta verið bara fundi sem er kannski litlu skila og við sem erum hér að starfa í sveitarstjórnum erum nú ekki fæst í því í fullu starfi að okkar tími næsta mánuð er bara allir mikið og við viljum fórkasta honum í það sem við teljum skipta máli og það að sitja kannski í hálftómi sal yfir einhverju sem kannski okkur við slítið skilja er kannski ekki það sem við viljum en ef maður þessi fundur geta verið vel heppnaðir en það þarf þá dálítið að halda utan á það en mér sýnist menn alltaf bara alltaf næstu kosningar það er kannski einlausnin í þessu Takk Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason loki máli sínu fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið Þröstur Jónsson gjörðu svo vel Forseti, annað gott fundarfólk. Ég get nú ekki setið á mér vegna þess að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Helgason Hafliðason kom hér upp og viðbröðin við þessum hugmyndum eru nákvæmlega þær sömu frá þá í því tilfelli bara sjálfstæðismönnum yfir höfuð og reyndar Framsókn tók undir það þá og þau litast svolítið að því að þessi tvö framboð sem hafa í rauninni svona þetta fasta kjörfylgi þau vilji halda þessi og þau bara einfallega þora ekki að taka debatinn. Vina. Ég held að þetta sé það sama núna aftur. Þau þora ekki núna í bara eiturflottan lista hjá Vinstri grænum til þess. Ég held að þetta sé vandamálið. Þannig að ég mátti með að stríða mann með stakk. Svo hver að vera síðastur? Jæja. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið? Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti og annars sveitarstjórnarfólk. Bara að segja frá því að þetta rifjaðist upp fyrir mér sko, svona hvernig þetta gekk fyrir sjá Seyðisfirði. Þar voru kannski lengst af svona 3 framboð. Þau komu sér saman að halda eitt framboðsfund og þar höfðu menn framsögur svona á þeim einhver tímatakmörk og svo voru leiða spurningar úr sal og þetta var bara mjög skemmtilegt fundaform og ég held að bara mikil og góð þátttaka í þessu. Þannig að ég held að þetta sé bara eitthvað sem menn eiga velta fyrir sér og þegar eru komnir oddvit fyrir þessa lista þá er nú ekkert flókið að mynda eitthvað vettung þar sem þeir koma sér saman eitthvað slíkt. Svo þekki ég ekki hvernig þessi tímamörk og skipulag og annað er háttað í dag sko en þetta er líka leið til þess að gefa fólki, þetta er eins með heimastjórnum, þetta er ákveðin leið til þess að gefa fólki færi á að koma að þeim sem eru að bjóða sig fram og fyrir hvað er stand og hvað brennur á þeim. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveðja sig ljós undir þessum leið? Svo er ekki, þá tökum við tillögunum til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillögunum réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða. Þau eru þá komin í lið númer 6. Afslættir af gatnagerðargjöldum í Múlaþingi 2026-2030. En fyrir liggur til staðfestingar hjá sveitarstjórn tillaga afslætti á gatnagerðargjöldum sem umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings samþykkti fyrir sitt leyti á 178. fundi sínum þann 23. mars 2026. Eftirfarandi bókun liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögum afslætti af gatnagerðargjöldum fyrir árið 2026 og felur sviðsstjóra framkvæmda að auglýsa afslættina á vefsíðu sveitarfélagsins. Við látum mæla þetta skrándi þessum liðum einhver vilja taka til máls.
Ef svo ekki að tekið tillöguna til afgreiðslu, þeir sem samþykki þetta eftir hönd, samþykkt samhliða, við erum þá komin í lið nummer 7, hækkun virðisaukaskatts á baðlón. Fyrir liggur erindi frá framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar dagsett 30. mars 2026 áform ríkisstjórnarinnar hækkun virðisaukaskatts á baðlón og áhrif þessarar hækkunar á atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu. Erindi var tekið fyrir á 185. fundi byggðarráðs Múlaþings þann 7. apríl 2026. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir þau sjónarmið sem framkoma í erindi Samtaka ferðaþjónustunnar og lýsir yfir verulegum áhyggjum af fyrirhugaðri hækkun virðisaukaskatts á baðlón og áhrifum þeirrar ákvörðunar á ferðaþjónustu og atvinnulíf, sérstaklega á landsbyggðinni, þar sem nánast öll baðlón landsins eru staðsett. Baðlón eru lykilþáttur í ferðaþjónustu og gegna mikilvægu hlutverki í atvinnusköpun og uppbyggingu samfélaga utan höfuðborgarsvæðisins. Jafnframt eru þau mikilvæg þjónusta fyrir heimafólk. Í Vök, Baðs og Egilsstöðum eru seld rúmlega 800 áskort árlega til íbúa á Austurlandi og því ljóst að hækkun virðisaukaskatts á baðlón felur einnig í sér hækkun neysluskatta á heimafólk. Sveitarstjórn hefur sérstakar áhyggjur af því að fyrirhuguð hækkun geti haft neikvæð áhrif á rekstrarforsendur Vök, Baðs og leitt til samdráttar í starfsemi eða tímabundinnar eða varanlegar lokunar yfir vetrarmánuði með tilhörandi áhrifum á atvinnu, þjónustu og lífsgæði í sveitarfélaginu. Slík þróun myndi jafnframt hafa neikvæð áhrif á byggðaþróun og samkeppnishæfni ferðaþjónustu á Austurlandi. Sveitarstjórn Múlaþings telur mikilvægt að tryggja stöðugt og samkeppnishæft rekstrarumhverfi fyrir ferðaþjónustu um allt land. Er þetta eitthvað skrítið sæti? Og skorar á ríkisstjórn Íslands að endurskoða fyrir að hækkun virðisaukaskatts á baðlón og falla frá henni. Sveitarstjóri er falið að koma bókun þessara framfæri við viðeigandi ráðherra. Ég ætla að mæla til þessum lið, Ívar Karl Haflásson. Frú forsetann að funda fólk. Þetta er svo sem ekki eina málið sem kemur aðeins svona illa við okkur hér fyrir austan og ekki það eina mál sem ágjörðum muni hafa neikvæð áhrif á atvinnustarfsemi og annað hérna hjá okkur, bæði fyrir austan og landsbyggðinni. Sveitarfulltrúi Jónas Bjarnason fór á inngangnum yfir kannski svona helstu tölur, en það má geta þess að Vök Baðs var auðvitað verkefni sem hér fæddist við heimamönnum og eftir gríðarlega barningin náði að komast því á legg, og ég held að áhrif Vök Baðs hér á heilsársferðaþjónustu og bara dvalartíma ferðamann almennt séu bara töluvert mikil, og við sjáum það bara hér á héraðan að hér er tímabilið í ferðaþjónustu hvað næst því að verða nokkuð svona vera töluvert allt árið um kring, þó að séu þetta ennþá stór kúfur á sumrin. En það mér finnst bara hvernig menn fari í þessa breytingar er dálítið sérstakt, þar sem menn keyra þetta núna hérna áfram og þetta tekur gildi í lok árs, eða byrjun næsta árs. Þannig að menn hafa lítið tíma til að bregðast við. Við erum að horfa á það að virðisaukaskattur á ferðaþjónustu í nágrannalöndum er svona oft á bilinu 11-12%. Við erum að horfa á það að Vök Baðs er að reyna að vera með rekstur allt árið, sem ég held að við áttum að hafa mikla þýðingu fyrir okkur, ekki bara sem íbúa í lífsgæðum. Þetta er líka bara fyrir okkur sem erum stundum hérna megin og vorum að ræða fjárhagsáætlun annað áðan. Það skiptir okkur máli að hér séu vellaunuð heilsársstörf, ekki bara einhver sumarstörf, og ég held að séum bara, og þetta er bara heggur undan því að menn geti haldið hér uppi heilsárt atvinnu. Þetta hefur strax þau áhrif, bara þessu óvissa að menn fari og dræja sér hendurinn varðandi frekari fjárfestingar. Og við erum að sjá bara hérna í okkar kjördæmi allavega ein 4 bara stóra vinnustæði, flest nýtilkomin sem eru byggðu upp með töluverða áhættu, mikið af peningum, skaffa hér störf, hvort sem það eru Skógaböðin á Akureyri eða GOC á Húsavík, jarðböðin í Mývatni eða þá Vök Baðs. Og mér finnst bara dálítið dapurt að mann horfa á þetta sem að þarna sé auðvelt að sækja bara meiri tekjur. Og maður er kannski verið dálítið þreyttur á því að nú er þetta stjórnvöld horfið dálítið á okkur nýlindi fólki hérna á landsbyggðinni bara sem einhver óþotnandi tekjustraum, uppbretti tekna sem þetta er að taka. Og eftir sitjum við með bara dálítið kalda kveðjur frá framkvæmdarvaldinu. En ég vona bara að við skorum þetta, því að við höfum við höfum séð bara nýjum dæmi af því hvaða breytingar á skattheimtu geta haft neikvæð áhrif. Og jafnvel það bara að velta þessu fyrir sig hefur strax neikvæð áhrif. Við erum nýbúin að vera að reyna að snúa ofan af aukinni skattheimtu í
geislavarnargjald á farþega skemmtiferðaskipa. Við vorum að sjá árið sem niðurfelling á tollfrelsi á hringferðaskip myndi hafa. Og svo kemur þetta og ég held að það er dálítið erfitt þegar menn að gera svona breytingar að menn leyfi sér að henda þess fram á þess að greina hvaða áhrif þetta hefur. Þegar það auðvitað bara svona lágmarkskrafa sem við gerum hér sveitarfélögin, þegar ríki að gera breytingar, þeir velti fyrir sig hvaða áhrif hefur þetta á sveitarfélögin og fólki. Það er neikvæð áhrif á fólkið hérna, hefur beint neikvæð áhrif á sveitarfélögin. Og ég held að bara þó þetta sé kannski ekkert stærsta máli, þá er þetta bara mál svona enn eitt sem við þurfum að vera varðbeki fyrir og hafandi verið núna í sveitarfélögin dálítið lengi, þá held ég að það er dálítið langt síðan að maður hefur verið svona bara inn á fundum eins og biðarráði eins mikið að veita hér umsagnir. Það koma vissulega mál sem við erum spennt fyrir og vonandi að fá framkvæmt sem hent okkur sem svona eru unnir þannig að við sjáum fram á það að sennilega komi ágætlega fyrir okkur. Mest af þessu er bara því miður eitthvað sem mér finnst að menn ganga fram með það að svona ákveðin virðingar þessi við okkur sem hér búum. Það er alveg, við erum bara í samkeppni hér íbúð og annað og erum bara því miður hálfpartinn tapa því. Við erum bara hérna að reyna að tala fyrir því að stækka hér landsbyggðina, hér fjölgi, að Múlaþing stækka og vaxi. Og fáum kannski, ég væri bara til í að sjá stjórnvöld að taka það með okkur. Hér væri einhver byggðastefna og menn myndi svona velta þessu fyrir sér áður með færi svona breytingar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson að loki máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Einar Freyr Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir fundamenn. Ég vildi nú bara byrja á að þakka Berglindi Hörpu Svavarsdóttur, oddvita okkur sjálfstæðismanna, fyrir að hafa haft forgöngu að setja þetta mál á dagskrá fundarins. Þetta er mjög mikilvægt mál fyrir okkur, hagsmunamál fyrir okkur í Múlaþingi, enda hvarflar að manni að svona skattahækkun sé nánast að hún sé sett fram til höfuðs einu mikilvægasta vinnustafnum hér í Múlaþingi, sem er vökbaðs við Urriðavatn. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson náði nú reyndar að kjarna nokkuð vel það sem að ég hafði hugsað mér að koma á framfæri og tek undir það sem hann sagði og kannski svona ítrekað það sem að hefur verið bent á varðandi það hvað þetta snertir okkur kannski umfram, eða okkar baðlón umfram önnur, af því að hér er ferðaþjónusta, hún stendur mun veikari fæti hér, eða hallari fæti, af því að við erum ekki með þessar sömu samgöngur í flugi og svo framvegis eins og þau fyrir sunnan. Þannig að ég held að þetta sé ekki hugsað til enda og við verðum að sjá til þess að þetta nái ekki fram að ganga og ég mun gera það sem ég get til að gera það, ef það er þá eitthvað. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson að loki máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Já, ég stend alveg bak við þessa bókun. Fyrst þegar máli kom á dagskrá þá hugsaði ég, já, þetta er bara skattur á Bláa lónið og ég er ekki á móti því að skattleggja Bláa lónið, ég get alveg lofað ykkur því. Bláa lónið á í mjög stóran hluta í öllum þessum baðlónum í kringum landið og hefur svo verið þiggjandi af opinberum stuðningi í svo milljörðum skipti aftur og aftur og aftur. Það er ekki uppáhaldsfyrirtæki mitt. En þessi hækkun á virðisaukaskatti snýr eiginlega bara svo lítið að þeim. Sko. Þetta snýr bara að viðskiptavinunum. Í tilfelli VÖG 40% þeirra er Íslendingar og það er sennilega mjög stór hluti af því heimamenn af þessum 40%. Þannig að þetta er landsbyggðarskattur. Ekki skattur á fyrirtæki sem mér finnst vera orðið allt of stórt og allt of ég meina þeir eru að stórskaða hálendið með nýju baðlóni núna sko. Ekki uppáhalds fyrirtæki mitt en þeir er ekkert að fara að borga þetta þannig að þegar ég er búin að fyrstu viðbröðu var bara þau að það verður bara fínt að skattleggja en maður er búin að skoða
málið, þetta bara skattur á okkur íbúa. Þannig að þetta fín bókun, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti gott fundafólk. Jú. Jesú Kristus sjálfur sagði, gjaldið keisaranum það sem keisarans og Guði það sem Guðs En það á hins vegar ekki að misnota það sko þegar kemur að keisaran. Heldur keisaran á ekki að misnota vald sitt og misbeiting valdsins hér í því fólgin að geta aldrei verið með stöðugt umhverfi fyrir atvinnulífið í landinu. Það alveg sama hvert lítið, hvort það hér eða einhvað annað. Það alltaf verið að hringla í reglum og skattprósentum hér og þar og ég bara minnist þess þegar ég var að hefja atvinnurekstur á sínum tíma þá var skellt á einhverju sem hét tryggingagjald. Það átti að vera til bráðabirgða. Þungur skattur í dag og þetta var skattur sem var settur á í ákveðnu sem sagt bráðabirgða út af ákveðnu bráðabirgða ástandi í atvinnumálum, þá var svo mikið atvinnuleysi. Í dag þetta skattur sem leggst mjög óréttlátt á mannfreka starfsemi og ég viss það að félagar minni hjá Vinstri grænum taki undir þetta vegna þess að það akkurat það sem við viljum sjá hér, það mannfreka starfsemi og tryggingagjaldið einn versti þrándur í götu þar vegna þess að mannfrek starfsemi í landinu látin bera byrðar umfram stóriðnaða starfsemi og annað sem þarf ekki eins mikinn mannafla. Þetta koma þess að svona í leiðinni. Varðandi virðisaukaskattinn á baðlónin, margþrepa virðisaukaskatt til bölvunar. Það tilefni til misnotkunar og sveins. Þannig að ég í sjálfu sér fylgjandi því að virðisaukaskattsþrepi sé bara eitt. En ég hins vegar ekki fylgjandi því að þetta sé gert svona, þessu sé bara skellt svona á einhverja eina ákveðna atvinnustarfsemi sem búið að veita undan þá einhvern veginn áður. Þetta eru forsendurnar fyrir rekstinum og ég smál tekið undir það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur sagði hér áðan þetta á geta fyrirtæki bláðlánið en þetta kannski ekki aðferðin til þess að ef ríki ætlar að toga meira út úr hlutunum. Og svo setur maður bara yfir höfuðið spurningamerki við það. Ef að ríki þarf að toga meira út úr hlutunum og blóðmjólka meira, keisarinn vill meira og meira, eins og Róm, þarf hann þá ekki aðeins að fara að líta bara í eigin barm. Akkur þarf hann svona mikið? Og ég hef áður hér galað upp í pontu hvert peningarnir fara í gæluverkefnin og þar fara milljarðatugirnir út. Svo veslings fólki sem að baða sig í vök gerir sér dagramun að borga það. Þetta bara vondur keisari. Takk fyrir. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, því ætla að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rautt hönd. Samþykkt samhliða, við erum þá komin í lið nr. 8, ferðakostnaður barna í Múlaþingi. Fyrir liggur áskorun frá KSÍ til yfirvalda íþróttamála, sveitarfélaga ISÍ og MFÍ sem samþykktar á ársþingi KSÍ sem fór fram á Egilsstöðum 28. febrúar 2026. Í henni var lýst verulegum áhyggjum af þeirri staðreynd að börn á landsbyggðinni búi við skert jafnrétti til íþróttaiðkunar vegna ferðakostnaðar, vinnutaps foreldra og fjarveru barna frá námi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir áskorun Knattspyrnusambands Íslands að grípa þurfi til markvissra aðgerða til að jafna aðstöðumun barna og ungmenna til íþróttaiðkunar óháð búsetu. Sveitarstjórn telur ljóst að hér sé kerfislegt miðsett að ræða sem óásættanlegt. Íþróttaiðkun barna ekki munaður heldur grundvallarþáttur í lýðheilsu, félagslegri þátttöku og uppbyggingu samfélaga. Þegar fjölskyldur standa frammi fyrir milljónakostnaði vegna þátttöku barna í íþróttum ljóst að jafnræði barna ekki tryggt.
Sveitarstjórn skorar á stjórnvöld að taka höndum saman við íþróttahreyfinguna og sveitarfélög að tryggja raunhæfa og markvissan stuðning við ferðakostnað barna og ungmenna vegna íþróttaiðkunar. Það er ekki ásættanlegt að búsetta barna á Íslandi ráði því hvort þau hafi raunhæfa möguleika á því að taka þátt í íþróttum. Sveitarstjóri falið að koma bókum þessara á framfæri við viðeigandi ráðherra. Og ég ætla að gefa orðið laust undir þessum lið. Björg Eðarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og gott fundarfólk. Börnin okkar eru framtíðin og allt sem við gerum ætti þetta með að því að búa þeim sem eins gott umhverfi og völ er á. Þátttaka í tómstundum og íþróttum er mikilvæg þáttur þegar kemur að velferð barna og aðgengi að íþróttum er bara ekkert annað en risastórt byggðamál. Það er mikilvægt að börn hafi jafna möguleika til þátttöku í íþróttum og keppnum, þeim tengdum og á búsetu. Í einhverju tilfellum er hægt að fara styttra veg með lágmarkskostnaði til að fá þá niðurstöðu, en í mörgum íþróttagreinum eru möguleikarnir til æfinga ekki til staðar nema bara á suðvesturhorninu. Fimleikar eru til dæmis eitt dæmi það, en öll mót innan þeirra íþróttagreinar, hvort sem er hjá yngri flokkum eða meistaraflokkum, eru á suðvesturhorninu. Í öðrum íþróttagreinum er framboðið líka takmarkað, til dæmis minni og færri flokkar á landsbyggðinni og þjálfunin því takmarkuð þegar kemur að keppnum. Þegar þáttaka barna í íþróttum er kostnaðarsamari fyrir einn hóp en annan, liggur það í augum uppi að jafnræðis er ekki gætt. Það er því í þessu máli eins og málinu sem við fjölluðum hér áðan, í þessu eins og reynda mjög mörgu öðru í okkar samfélagi þá kristallast skortur á grundvallar áherslum eins og heiðarlegri byggðastefnu þessu lands, sem er óhætt að segja að er brothætt ef hún er þá á annað borð bara til. Við erum að minnsta kosti klár en þáttaka stjórnvalda er lykilatriði í því að tryggja börnum jafna möguleika til íþróttaiðkunar. Og eins og segir í tillögubókun vill sveitarstjórn skora á stjórnvöld að sameinast sveitarfélögum og íþróttahreyfingum þetta markmið. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Einarsdóttir er lokið málsins, sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Vill Stefánsdóttir óskar eftir að taka til máls. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Ég get tekið undir þessa bókun og undir orð sveitarstjórnarfulltrúa Bjargar Einarsdóttur. Þetta er vissulega bara raunverulegt og langvarandi misrétti sem að börn á landsbyggðinu búa við. Og ég sem nýbúi hér hef bara tekið eftir mjög skýrum mun hvað þetta varðar. Og eins og kemur fram í bókunni þá er íþróttaiðkun ekki munaður, heldur bara grunnþáttur í líkamlegri og andlegri heilsu barna, félagslegri þáttöku og uppbyggingu samfélaga. Og þegar búseta ræður því hvort að barn getur tekið þátt, þá erum við bara ekki að standa okkur og þá á ég við bara sem heild, sem fullari fólk hér á þessu landi og við höfum ekki að sætta okkur við að þessi tækifæri barna til íþróttaiðkunar ráðist í slíkum mæli af póstnúmeri. Það er okkar ábyrgð að reyna að rétta þetta af með því bara einmitt að pressa á að komið verða á fót einhvers konar kerfi. En að sama skapi þá finnst mér líka áhugavert að taka kannski einhvers konar umræðu og ég bara tek það fram, ég er algjörlega sammála þessu við núverandi aðstæður og hvernig núverandi íþróttastarf er skipulagt á Íslandi. En ef maður lítur til dæmis til Noregs og við sem kannski ykkur sáum vetrarolimpíuleikana og fleira þar sem að Noregur bara rúllar yfir eiginlega allar þjóðir og vinnur og í mörgum öðrum keppnum að þau bara skipuleggja íþróttastarf allt öðruvísi. Leggja miklu meira áherslu á frekar bara þátttöku og það hefur nú verið gert hér í mjög flottu verkefni. Ég held að við ættum klárlega líka líta til þess, bara þá á landsvísu, að reyna að miða íþróttastarf barna að því að þau þurfum þetta ekki að ferðast langar vegalengdir til að keppa annar staðar, að því að þau ættu kannski bara ekkert að vera að keppa. Eins og í Noregi þá keppa þau ekkert fyrir 13 ára aldur og þeim gengur samt alveg rosalega vel og rannsóknir benda til þess að einmitt það að vera ekki í þessari sérhæfingu og þessum miklu keppnum í sinni íþrótt fyrir en bara seinna á ævinni skili sér bara í betra afreks íþróttafólki og betri líðan barnanna sem taka þátt. Þannig að mér langaði í rauninni bara því minnst þetta mjög áhugavert og mikilvægt mál. Minnst skipta máli að við sem sveitafélag séum með styrki fyrir börn og þá ekki bara í íþróttum, heldur líka bara þau sem skara fram úr í hvort sem það er félagsstarf eða í námi, rafíþróttum. Þannig að já, minnst við þurfum að taka undir þetta og reyna að leggja okkur öll fram að breyta þessu, en líka kannski bara breyta þessu umhverfi þá. Að vera ekki með þessar keppnir fyrir
fyrir 13 ára og ég er alveg vissum að það eru ýmsir foreldrar sem myndi alveg taka ágætlega í það að verja ekki öllum helgum sumarsins á fótboltamótum allar trissur. Ég er allavega ein af þeim. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir lokið málsins. Næsti punktur Hildur Þórsdóttir, síðan Ívar Karl Hafliðason. Já, forseti ágætu fundamenn. Þetta er bara mjög góð umræða mál sem að skiptir okkur verulega miklu máli. Það þarf ekki að hafa mörg orð það hversu mikil forvörn er í íþróttum. Það er frétt hér á Morgunblaðinu í dag að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sé að endurskoða loftbrú í innanlandsflugi sem er líklega eina byggðaaðgerðin á síðasta kjörtímabili sem að koma okkur á landsbyggðinni vel. Mann rís hugur við það þegar að hann fer að skoða málin því að hingað til hefur allt komið okkur illa sem að hann hefur afrekað í sínu embætti. Loftbrú barna vegna íþróttaiðkunar hefur örlítið komið inn á borð Alþingis og Ingibjörg Ísaksen hefur aðeins talað fyrir því og ég bara skora á okkar þingmenn að halda þessu máli á lofti því að loftbrúin hér fyrir austan hefur sýnt á sannað að hún virkar mjög vel fyrir íbúa. Það er hægt að útfæra þetta sömuleiðis fyrir börnin okkar. Það er búið að gera það en eins og ég segi, ég býð, já mér hýst aldrei hugur við að það sé núna verið að endurskoða þetta kerfi því að það má ekki heldur eyðileggja það litla sem hefur komið sér vel fyrir okkur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir lokið málsins. Ívar Karl Hafliðason næstur í pontu. Frú forseti, að funda fólk. Það verður náttúrulega að ræða þetta mikið. Ég kenn kannski líka bara sem faðir, ég á nokkuð börn og mitt ersta barn til þess hefur stundað íþróttir í alltaf sem ekki 17 og því maður stundað íþróttir í 12 ár. Hún er búin að vera í 5 leikum auk annara íþrótta til að byrja með og það er ekkert annað val en að fara að ferðast í keppni. Við erum bara núna að það er gríðarlegur metnaður hér í Múlaþingi íþróttastarfi og auðvitað sérstaklega kannski Hettu og Eist sem eru bara með flotta fótboltadeild þessu mörgunarsvæði. Við erum líka með mjög öfluga körfuboltadeild og nánast svo einu á Austurlandi þó að það sé svona vísir aðeim annars staðar. Við erum líka með mjög flotta filmleikadeild og menn tala með að menn ekki að keppa ef hann ekki gera eitthvað en það er samt þannig að menn eru auðvitað íþróttum til að ef við þroska þessu áfram þá vilja menn mæta á keppa menn vilja keppa jafningagrundvelli og það er bara þannig að bæði körfuboltaliðin og fimleika fólkið börnin sem vilja taka þátt í keppnum og prófa sig með jafnveldi sínum, kynnast jafnveldi sínum og þetta er gott félagslega og allt það að þau geta bara ekki gert það hér nema að ferðast. Fimleika fólki getur farið kannski á Akureyri og svo þarf það sennilega að fara á Selfoss. Það er deild á Höfn sem er bara í rólegum vexti. Körfuboltinn er sama, það er lið á Höfn og það er lið á Akureyri. Og menn hafa viljað taka hér þátt í Íslandsmótum, menn hafa viljað leyfa börnunum að prófa sig sem er bara hluti af þroskaferli og ég held að við sem eigum börn í íþróttum þegar við förum að senda á svona mót, við sjáum rosalega munaði bara sem einstakling hvernig þroska. Auðvitað er stundum gefur á bátun og það er erfitt og það er bara nákvæmlega það sem ég held að börn þurfi þegar þeir eru að þroskast. Að upplifa bæði gleði og sorg og erfitt, góða dag og erfið og allt það og þetta er bara, og þetta er okkur erfitt. Við sem erum foreldrar með börn í þessu, þetta eru margar helgar. Helgarnir eru dýrar og veturnar er ekki sjálfgefið það að maður geti keyrt eða farið með eins og þetta er bara hluti af því sem er og þetta er bara, þetta er svona ákveðið réttlægt mál í þessu því að ég held að, og þetta er líka svona, þetta er kannski kristast í þessi barátta, ekki bara okkar, þetta er sveitafélag sem búum við þessar aðstöður að þurfa að sækja mikið á mótum í stærri og þá aðalega kannski til höfuðborgarsvæðisins. Það er það þegar við sjáum að það virðist vera óeignstíðanlegt fyrir sumlið að koma hér austur að keppa. Og þá eru menn að fara kannski eina ferð austur á land og menn fara kannski einu sinni norður. Og þetta er bara orðið alveg rosalegt mál. Og ég held að við getum bara hrósað því fólki sem vinnur hér náttúrulega eingöngu sjálfboðastarfi kringum íþróttastarfið okkar. Þetta er ekki smáræðis vinna bara fyrir venjulega foreldra. Að halda utan fjármagn heilla deilda sem hleypur kannski 20 milljóna. Eða skipuleggja ferðir sem eru kannski margir tugir sumar, skipuleggja fótboltasumar með leikjum sem eru taldir í mörgum tugum og ég held að þetta sé bara ekki, þetta er alls ekki sjálfgefið
Og ég held að svona þegar við erum að tala aðdráttarafl okkar sveitafélags, Austurlands, þetta bara lykillinn því ef að fólk vil búa hér að við sjáum hér að hvort sem það eru íþróttastarf eða menning eða tónlist eða hvað sem við erum að tala, þetta skiptir gríðarlegu máli hvað við velja sér búsetu og þetta starf hérna okkur bara heilt yfir, auðvitað það mismunandi innan sveitafélagsins, en heilt yfir bara alveg til fyrirmyndar. Og ég held að við þurfum líka, eitt það hvernig við ætlum að koma varðandi ferðarkostnað og annað. Við höfum líka bara eftir að ná aðeins betur það hvernig getum við í nýju sveitafélagi styrt bara þessa veiku líka. Og það bara verkefni sem við höfum verið með tilraunaverkefni í körfunni, við höfum verið fótbolti, það hefur verið þreifingar þar með hvernig við æfa, af því að það eitt það að búa kannski svona kjarnin hérna kannski verða það stóra, hér eru þó iðkendur og það eru flokkar og menn nánast geta bara æft. Það það margir iðkendur og menn geta stundað eðlilegar æfingar en það bara ekkert sjálfgefið annars staðar. Og það rosalega erfitt líka að sjá bara að foreldrar gefast upp að keyra börn í svona æfingar. Þeir eru kannski einu iðkendur í þeim flokki og menn þurfa að keyra kannski Seyðisfjörð og Egilsstaði. Það ekki iðkendur þar. Þá þurfum við að koma hingað og menn hreinlega að gefast upp að þetta það er mikið að gera þetta þrisvar í viku. Þannig að ég held að sé bara margt í þessu, þetta klárlega bara það sem við taka og síðan þurfum við bara að vinna þetta áfram það ætla að vera ekki næsta kjörtímabili, við vinnum kannski ekki mikið núna síðasta mánuðin, en þetta bara skiptir okkur samfélög gríðarlega máli. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu og forseti hyggst taka til máls og ætla að biðja annan forseta að taka við stjórnarfundarins. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúi Brynjarsdóttur að taka til máls. Takk fyrir, forseti og annað gott fundafólk. Ástæður þess að við settum þetta mál á dagskrá vitaskuld sú að þetta mjög þarft umræðuefni. Og mér langar í upphafi að þakka formanni Hattar sem nú búin að stýra þessum starfshóp ferðakostnað á KSÍ fyrir bara þeirra verk og að koma þessu inn í umræðina. Og ég mæri nú ekki oft miðflokksmenn, það ætla ég að gera hér í dag. Þetta mjög þörf umræða, þetta bara einn af þessum hlutum sem við höfum bara tekið allt og sjálfsögðu, allt of lengi og þetta eru sláandi tölur og þessi starfshópur bara búin að vinna gríðarlega gott verk og umfjöllunin í Kastljósinu var mjög góð. Auðvitað það vonur okkar að þetta leiði til þess að eitthvað verði til breytinga en ég bara tek undir með sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórisdóttur, ég bara þungar á að gera yfirlýsingu minn við ráðherra loftbrúna. Þannig að ef það var að fara að minnka loftbrúna þá ekki að fara að auka það til þess að styðja við íþróttaiðkun barna. Ég tók einmitt að mér að vera foreldri og sjá ferðakostnað í körfuboltanum hjá dóttur minni af því ég hef svo sem ekkert annað betra að gera en ég ætla bara að segja ykkur það, þetta eru sláandi tölur. Bara sláandi. 10 manna stelpuhópur fór suður í mars núna. Þetta bara 350 skall. Þetta er langt í frá að vera í lagi. En þetta hefur mikið ekki bara með íþróttaiðkun barnanna okkar að gera, þetta hefur bara líka rosalega mikið bara með lífsgæðan okkar að gera. Og þegar við erum farin að mismuna börnum svona þá skekkist myndin. Þá lendum við í vanda. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við berjumst áfram fyrir þessu og ég vil bara segja ykkur að því ég var þess heiðurs aðhljótandi að fá að vera þingforseti á þessu KSÍ-þingi að ég vil bara upplýsa ykkur það að það var þarna kynningarfundur deginum áður og þeir sem voru á þingi KSÍ, þeir töluðu lítið annað. Þetta var málana, fólk var algjörlega orðlaust yfir því hvað ferðakostnaður barnaði mikill. Eftir að hafa verið formaður unglingalandsmóti í sumar líka, vil ég segja þetta. Minn draumur auðvitað bara sá á okkur lánist það að íþróttafélögin á Austurlandi þeim fækki og þau verði stærri og samþéttar og við náum að keppa meira og oftar undir formerkjum Austurlands. Ef við ætlum að gera það, þá þýðir það auðvitað það verður alltaf ferðakostnaður. Það bara ferðakostnaður hverju viku þegar sonur minn fer að Reyðarfjörð á samæfingar. Það allt í lagi. Við sjáum ekkert eftir hvorki þeim tíma né því ferðalagi. En það þarf einhvern veginn að tryggja það að öll börn geti haft og komast í það aðstöðu. Þannig að ég vil bara hrósa þeim fyrir þessa vinnu. Takk fyrir að setja þetta á dagskrá. Ég ætla að vona að okkar bókun verða einhverju gagni og ég tel algjörlega ljóst að þverpólitískt munum við berjast saman fyrir þessu. Takk. Takk fyrir það. Ég býð þá forseta að taka aftur við stjórnfundar. Mælendaskránin er opin ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu hönd. Samþykkt samhliða. Við erum þá komin í lið númer 9. Erindi nemandi í Djúpavogsskóla Axarveg.
Fyrir liggur erindi nemenda í 10. bekk Djúpavogsskóla sem hyggjast ganga yfir Öxi laugardaginn 25. apríl 2026 til þess að vekja athygli á framkvæmdaleysi stjórnvalda á fjallveginum í áraraðir og mikilvægi almenningssamgangna innan Múlaþings. En með göngunni ætla þau jafnframt að safna áheitum vegna fyrirhugaðs skólaferðalags. Í erindinu skorað á sveitarstjórn að ganga með nemendum alla leið eða hluta leiðar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings fagnar framtaki og frumkvæði nemenda grunnskólans á Djúpavogi til að vekja athygli á mikilvægi uppbyggingar heilsársvegar Öxi. Sveitarstjórn hvetur íbúa og aðra áhugasama til þátttöku í göngunni. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ég var Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Voru fleiri á mælendaskrá? Frá forstæðan fundar fólk. Nú fyrst verður maður nú kvíðinn. Nei, ég kem það alveg þurfa að minna á hann viðburð og hvetja bara einstaklinga fyrirtæki til að styðja. Þetta er auðvitað, markmið gangan er þrífætt og eitt af þeim er að safna áhættu fyrir skólaferðalag sem 10. bekkur í Djúpavogsskóla ætlar að fara í. Þannig að ég ætla fyrst að hvetja fólk bara til að styðja það og svo að koma með í þetta verkefni. Og þetta er kannski eitt af þeim stóru verkefni sem hafa fylgt okkur alveg frá sameiningu, fylgt auðvitað Djúpavogsbúum og Austurlandi öllu unni miklu lengur. Og ef ekki segja, svo bjartsýnin sem maður hafði kannski með nýri samgöngum hafi aðeins dofnað með það að þetta fara ekki stað, en auðvitað vonum við að menn sjá að sér og færi þessa framkvæmd sem tikkar nú öll box í markmiðum samgöngunum með styttingu á milli kjarna, með samtengingu sveitarfélaga, með umhverfismálum eða bara hverju sem þú getur fundið, öryggismálum. En ég vona bara sem flestir og sérstaklega hérna mæti, við verðum að sýna þessu fólki stuðning og ganga með þeim. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi, ég var Karl Hafliðason, lokið máli sínu. Næsti punktur Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæti fundarmenn, fagna bara þessu framtaki frá krökkunum. Mér finnst þetta alveg frábært og þau eru svona að vekja athygli á, og það er ein setning hérna sérstaklega í bréfinu sem vakti mín athygli, að vekja athygli á framkvæmdaleysi stjórnvalda í áraraðir. Því þrátt fyrir alls konar loforð hafa framkvæmdir við heilsársvegi yfir Öxi enn ekki hafist. Og þau eins og aðrir í okkar ágæta sveitarfélagi og í okkar ágæta fjórðungi taka eftir því að stjórnvöld hafa lofað ýmsu en gert nánast ekki neitt. Og það er algjörlega fráleitt að við séum með full hannaðan Axarveg en einhver hluta vegna það sjá stjórnvöld ekki sóma sinn í að standa við þau loforð sem hafa verið gefin í áranna rás að bæta samgangur hér innan okkar sveitarfélags. Það var forsenda sameiningar eins og við höfum oft talað og þetta er mikið hagsmunamál fyrir íbúa á Djúpavogi. Eins og við komum þarna fram á þá eru 20 nemendur núna sem sækja nám í menntaskólum á Egilsstöðum, enn fleiri sem eru að fara að hefja þar nám á næsta ári og þetta er mikið lífsspurs og hagsmunamál fyrir íbúa þar sem og í okkar sveitarfélagi. Þannig ég bara biðla til stjórnvalda að fara nú aðeins að gera þessi í brók og kannski standa bara með okkur íbúum hér fyrir austan. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir, lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Stefánsdóttir og skrættir. Takk fyrir máli, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Get tekið undir með sveitarstjórnarfulltrúa Ívari Karli og sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórsdóttur. Mér finnst þetta rosalega flott framtak og ég í rauninni hlakka töluvert til að ganga yfir. Ég hef ekki gengið yfir og örugglega ekkert endilega margir sem hafa gert það svona, þó að ástæðan sé auðvitað frekar sorgleg. Þetta er ansi langt gengið þegar nemendur 10. bekkjar þurfa að grípa til sinna ráða til að vekja athygli á einhverju sem ætti að vera eins sjálfsagt út frá gefnum loforðum. Það er, já, bara, maður áttar sig ekki alveg á þessum algjöra skorti á viðleitni ríkisstjórnarinnar gagnvart þessu. Og mér finnst þetta rosalega flott hjá þeim að leggja þetta til. Ég held að þetta geti orðið mjög svona sjónrænt og öflugt, sérstaklega ef íbúar sveitarfélagsins fjölmenna og hann sveitarstjórnarfulltrúi Ívar talaði nú fyrir bara
hvað 2 klukktímum að vera orðin miðaldra, svona kvartadaldi yfir því. Þannig að ég auðvitað strax þegar við fengum þennan póst bauðst til að lána hann göngustofuna mína, þannig að það er ekki hætta á neinu öðru en að hann mæti og við öll bara þvert á flokka göngum þarna saman. Og slasi sig ekki, já. Þannig að bara ég hvet alla til að reyma á sig gönguskóna og fá lánaða stafi og skella sér yfir öxi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúar Ásrún Mjöll Stefánsdóttir er lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til málsins til þessum leið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin hérna í liðin sem heitir fundagerðir til kynningar. Og við ætlum að byrja hér á fundagerðum heimastjórna. Við erum að tala lið nummer 10, 11, 12 og 13 og 14 og er að ræða fundagerð heimastjórna Borgarfjarðar nummer 67, fundagerð heimastjórna Borgarfjarðar nummer 68. Fundargerð heimastjórna Djúpavogs nummer 70, fundargerð heimastjórna Fljótsdalshéraðs nummer 68 og fundargerð heimastjórna Seyðisfjarðar nummer 67. Ég ætla að mæla þetta skoðandi þessum liðum með einhverju hyggjast taka til máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Minni fundamenn á að tiltaka númerliðar og málsnúmers innan fundarliðar. Það er ekki að vinna með á það, ég kom með tölvuna til þess að geta. Þetta er sem sagt fundagerð heimastjórnar Borgarfjarðar, 68. fundur, 7. liður. Fjarskipti og varaafl á Borgarfirði, rýni eftir óveður 2. mars 2026. Ég ætla að nota þetta ekki verið að þakka Eyþóri fyrir að fara í keppnisferðalag til útlanda, sem ég fekk að sitja þarna fund heimastjórnar. En á þessum fundi vorum við að fara yfir sem sagt þegar óveðri skall á þarna mánudaginn 2. mars og brotnuðu staurasamstæður og allt rafmagn fór af Borgarfirði og Njarðvík. Sköpuðust ótryggar aðstæður á svæðinu en á sama tíma var allt ófært. Innanbæjar yfir Vatnsskarð og Njarðvíkurskriður. Símasamband og netsambandslaust varðið í Njarðvík, þar sem ekki neitt varaafl á sendi og varaafl í rafstöð á Borgarfirði kom ekki inn vegna bilunar í búnaði. Og við ræddum þetta fram og tilbaka. Almannavarnanefnd var búin að funda þarna í mildiðinni frá því að veðrið var og þangað til koma þessu fundi. En það var engin fulltrúi frá Borgarfirði þar. Og það vissi bara enginn af því á fundi almannavarnar að það hefði eitthvað verið að. Já, þetta var brjálaveður hjá okkur. Rafmagn kom 10 sinnum á, eða svo, á 3-4 klukkutímum vegna þessara bilunar. Það er ekkert viðbragð á staðnum. Þessu er fjarstýrt, Rarik er með þarna varaaflstöð. Hann er fjarstýrt, en ef eitthvað kemur upp á, þá þarf náttúrulega mannlega höndin að koma að. Og það er engin samningur við neitt að sinna því. Þannig að það fór þarna fullorðinn maður í kolvitlausu veðri, braustandinnitur og eftir sjálfsatringingu og fór að reyna að finna út úr þessu, en það var ekkert auðvelt því að hann var ekkert inn í það búið að uppfæra stöðuna nýlega og ekkert viðbragð á stað. Og hitt þetta með nú erum við bara með 5G-orðið, við erum ekki með 2 eða 3, þannig að það þarf að vera varaafl á þessum sendum. Ef eitthvað hefði komið upp á í Njarðvík sem dæmi, þá er ekkert samband að neina tæk og við erum komið 100 ára aftur í tíma. Menn það var alltaf símasamband. Þannig að já, það sem ég ætlaði aðra að segja er að þegar veðri verður vont, þá þurfum við að skoða það verður svo misvont. Við sitjum hérna á Egilsstöðum og vitum að það er vont veður, þá höfum við ekki hugmynd það hvað er hvasst í
í Hamarsfirði eða Álftafirði eða hversu hvort það Dyrfjallabylur á Borgarfirði. Þess vegna þurfum við það sem við vildum að lærdómarinn af þessu yrði bendum annars vegar til Rarik að það þarf að vera einhver viðbrögð og hins vegar það þarf batteríið hjá okkur, almannavarnabatteríið og skrifstofan hér og svo framvegis að vera vakandi fyrir því að þetta er ekki one size fits all. Þetta er bara mjög misjafnt hvernig hlutinni koma niður. Já, takk. Já, Helgi Hlynur Ásgeirsson og Loki Málusson, byrjum við, ég var ekki með fleiri Ég var Karl Hafleðarsson, gjörðu svo vel. Frá forseti, ég kem hérna upp vegna, þetta alltaf sé ekki liður 12, Heimsson Djúpavogs, fundur 70, það er undir liður sem númer, ríkala gott, 2. Frumvarp innviðar breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Við fengum inn á fund hjá okkur aðila sem með rekstur á Djúpavogi og lýsist þarna áhyggjum að því að menn ætla að fara að fella niður eða taka þorskinn út úr línuvélinu og fella það niður. Þetta er svona áframhaldandi þróun af því sem við höfum séð að stuðningspottur 5,3% hefur hægt og rólega verið holaðar innan og ég sat nú í starfshóp bara 2004 sem skilaði mjög góðum tillögum sem núverandi ráðherra virðist hafa gleymt að séu til því hann vitnar í eldri hugmyndir frá 2020 en þar vildi menn setja meiri kraft í sértaka byggðakvotann og fasa almenna og þessi línur og annað út. Hann tekur eins og þá að vill bara fasa þetta út og tekur þetta beint fyrir strandveiðar. Það þýðir að við förum þá að sjá meiri strandveiðar sem fara mest fram á vor og sumrin og fram á haust og kostnað þess að við erum að missa hér allan með þá bara nokkur heilsum störf frá Djúpavogi til dæmis og ég held að þetta muni líka hafa neikvæð áhrif á Borgarfirði. Mikið hafa kannski ýmsar skoðanir á þessum styrktarkerfum og hvernig er best að fá þetta. Það var alveg samróma niðurstaða þess starfs og ég var í að menn vildu sjá þetta fara meira yfir í sértaka úrræði því það væri bara sýnt að þar væri þessum verðmætum, þessum alla heimildum sem náttúrulega bara gríðarleg verðmæti, best úr deilt og sköpuður hreinlega bara varanleg heilsustörf og svona væri þetta að styrkja þetta þessar byggðir sem í vanda. Það má alveg halda því fram að þó að kannski verði eitthvað meira líf á sumrinu með strandum, það kannski styrkja ekki ársgrundvöll starfana og ég held að þetta sé bara að því við erum búin að heyra þetta lengi, þetta hefur gerst hægt og rólega, menn eru búin að taka þorskinn út úr þessum styrkjum, mér byrja á því, svona, hóla þetta innan og nú leggja þetta alveg niður og ég held að sé bara mikið á þrókk að fylgjast með þessu. Það er ekki mikið sjávarútveg hjá okkur en þetta eru þó þessu örfáu fyrirtæki sem eftir og þetta muni hitta þau bara dálítið illa. Ekki það að freistið vandi til að kannski bara gefast upp á selja, kannski eykst líka sem ekki gott fyrir okkur. Það með selja með frá sér bara þennan rekstur. En það sem maður kannski óttast líka hreinlega menn fara bara breytum og fari yfir í meira það að vera þá eingöngu sjómennum en minki vinnsluna, menn minki þá aðgjöfti vinn í landi sem mun hafa bara bein neikvæð áhrif á þessi staði hjá okkur. Þannig að ég veit bara að við fylgjumst vel með þessu og þurfum að fylgja þessu eftir og gæta það að hagsmunir okkar sem við hér búum út á landi njóta ekki einhvern ekki af. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi var Karl Hafleðarsson og Loki Málusson, fleiri sem að taka máls út í þessum liðum. Helgi Hlynur Ásgeirsson aftur. Já, þessi liður sem ég var að koma upp undir á sama fundi í heimastjórn á Borgarfirði þar vorum við með þetta mál líka sko. Og þetta skiptir mjög miklu máli fyrir á Borgarfirði og fyrirtæki á Djúpavogi líka, þetta með línuyfirlínuna. Þetta er sem sagt, ef hún verður lögð niður þá munu glata störf í landi. Á Borgarfirði er hérna línan beitt í landi og Djúpavogi er hluti til og þetta hefur skipt mjög miklu máli að hafa þessa ívilnun í löndun. Þannig að öðru leyti er ég náttúrulega eiginlega alveg ósammála
Ívari eins og lög gera ráð fyrir. Það er ekkert sem sannar það að sértæki byggðakvótinn sé það sem að bjargi okkur. Það er heldur ekkert sem sannar það að almenni byggðakvótinn sé að bjargi okkur. Og það er heldur ekkert sem sannar það að árstíðabundin störf séu bara frá andskotanum. Árstíðabundin störf eru bara fín með öðru. Og strandveiðar eru mjög mikilvægar fyrir okkar samfélag og þær væru miklu meiri ef að ekki væri svona lítið í pottinum. Það væri ekki allir búin að gefast upp á Seyðisfirði eða menn getur róið seinnipartinn í júlí og í ágúst. Eftir að nýtt kerfi komst á þá fjölgaði bátum mikið á Borgarfirði við þetta. Og það fluttu ungir menn á Borgarfjörð til þess að stunda þetta starf í 4 mánuði ári. Og sumir þeirra voru síðan að leigja til sín kvóta að hausti og héldu áfram út september og október. Já. En þessi starfshópur sem að Ívar Karl satt í og sá ekkert nema hamingjuna í sértæka byggðakvótanum, þar sem er eini partur íslenska kvótakerfisins sem snýst eingöngu vinslu en ekkert veiðar. Ég er ekki búinn að sjá það ljós sem sá starfshópur sá. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Finnur Ásgeirsson og lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls. Ívar Karl Hafliðason. Nei, frósti. Nei, ég veit að þetta er erfitt að sjá þetta en í þessum starfsápum meira bara kjörnum fyrir að það sátu sérfræðingar frá Byggðastofnun, sérfræðingar frá Fiskistofu og fleiri. Og þegar ég segja menn fannst þetta best að þau verkefni sem hafa farið sértæka byggðakvóta og það er bara kom fram í gögnum frá Byggðastofnun frá Reinald sem vinnur á Byggðastofnun. Það sýnir bara skýrt að mælur árangur væri langmestur í þessu sértæku verkefni. Við erum eitt svona sértæku verkefni innan Múlaþings. Úr því er komin stæðstu vinnustæðin í Múlaþingi. Bara hafa þá hreinu. Það er vinna bara 130 manns. Og eina vandamáli sem sögðu að til þessi verkefni myndi virka, þessi sértæku verkefni, þá þyrftu þetta að fylgja þessu eitthvað alvöru magn. Og það er stæðsti gallina sem sögðu við sértæka verkefnin að þau voru bara smurð of þunnt. Það er að segja að það væri ekki nógu mikið að kvóta í sértæka pottinum til þess að geta búið til alvöru verkefni. Vissur er það miða mikið að minnst, það er alveg rétt hjá þér. Og enda nýja útúrum var það að menn getur alveg svona ákveð hvernig menn myndi deila þessu. Af því að það sem er þess að fínar á strandur eru, þá er það bara þannig að þá fiskur sem kemur á landi strandveiðum fer nánast allur á markað og fer engin eða mjög litlu leyti vinnslu í Íslandi. Þá spyrum við, það er alveg, kannski er bara alltaf lagi að við veiðum bara fiskinn og sjónum og sendum hann sem keyptur með niðurgreiðslu frá Evrópusambandinu til Póllands og hvernig, kannski það bara alltaf lagi. Við bara hættum að vinna fisk í Íslandi, en þegar við erum að styrkja þessa bæi að það er ástæða fyrir mig vilja líka að vinnsluna er bara það að það sé svona eitthvað meiri í kringum þetta. Það var líka alveg hugmyndir í þessu að það að menn getu á stöðum þar sem menn sæju ekki fram á að geta komið upp vinslu og sérstaka verkefni menn getu fengið þessa stuðning, fengið andvirði kvótans, ég var selt hann markaða og sem ekki útfært og farið í svona annars konar verkefni. Bara málið var að viðkvæmar byggðir sem væru lagið getu fengið stuðning, hvort sem væri í formi aflaheimilda eða peninga andvirði þessa aflaheimilda til þess að þróa sig eitthvað áfram. Og þá var svona nokkuð sammála það að markmið væri að búa til heilsástörf, svona ákveðna stóðandi samfélagið og það var mikið mælt hvernig maður mæla árangur. Hvernig mæla mann árangur því hvort að svona úrræði er að skána. Hvernig mælum við hvort að eitthvað sérstæk úrræði er jákvæð. Og við vorum svona, það var nokkuð sammála í því. Menn eru að horfa bara á, menn geta mælt atvinnustig, menn geta mælt aldurssamsetningu, hvernig það þróast. Menn geta mælt alls konar hluti, fjölgun íbúa. Það er kannski það svona, hvað er kannski bara huglægt í okkur, hvað þýðir að samfélag sé dafnandi. Og þetta eru þetta þarna í 5.3 potturum ef verið að útdeila gæðum. Það er alveg hreinu. Bara töluvert miklu gæðum. Þannig að ég held að skipti bara máli ríkjunum en veltiði bara alveg fyrir sér hvað er best út af þessum gæðum
og ekki bara þá fyrir einstaklega leikur, þetta er bara fyrir samfélagin sem þessi styrkir er að fara til. En ég held að ég og Helgi verðum alveg sammála, að ég veit alveg við barast fyrir 40 til að strandveiðum. Ég held að við kannski fáum dótt í hug að menn ætluðu að taka mér að menna alla þorskin úr 5,3 pottinum og setja strandveiðar. Það hefði þannig ekki verið svo laus sem ég hef heyrt talað hér þegar menn voru að benda. Menn voru að vera að tala einhvers konar hvernig það tengist skipulaginu eða svæðaskipulagi, hvernig það er. Ég hef ekki heyrt að kannski var það vilji þeirra sem ég sitta og tala fyrir svo, menn ætluðu að taka alla þorskin úr 5,3 pottinum og setja bara beint í strandveiðar. Ég veit það ekki. Ég held að við værum frekar að horfa á það að reyna að ýta hér undir einhvers konar heils og starfsemi. Ég veit það erfitt um vinslu, en það er allavega það að vera með vinslu, en við erum með verkandi borgarverði og sérstaklega byggðarkvöld, 200 tonn, erfitt, en það verið 400 tonn. Hvað þyrftum við að fá mikið til að þetta væri þannig að við gætum bara fengið út úr þessu, vinslu sem þeir reka sig og myndi skapa kannski 10 heilsastörf. Það verður bara töluvert gott fyrir borgarverð að fá nokkur viðbót. Það er bara því miður verið að seytla í burtu heilsastörf. Á sumrin er bullandi vinna. Ekki bara. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason og Helgi Hlynur Ásgeirsson ræður ekki við sig. Við erum klára þetta annars staðar. Hvað erum við ekki á góðan tíma? Erum við ekki nógan tíma? Já. Sko, já, þetta er við þurfum ekki að vera saman og munum ekki vera það, sko. Sniðugt að það komi hér fram, ég hef ekki heyrt það áður, að það sé að laxeldið á Austurlandi sé byggt upp eingöngu á byggðakvótanum. Laxeldið var byrjað á það, sko. En jú, vissulega það byggðakvótin á Djúpavogi skaut stóðum undir reksturinn á slátrunni og ég er ekkert að tala það niður, ekki neitt. Ég er ekkert að segja að það hafi ekki átt rétt á sér, sko. Það átti sannarlega rétt á sér. En ég tek undir það með þér, Ívar, ég sá það aldrei fyrir að 48 dagarnir ætti að vera til þess að taka allt annað út úr þessu poti. Hins vegar er ég hlynntur því að rækju og skelbætur verði afnumdar. Það er bara, það hlýtur eiginlega að koma, ég meina, eiga Síberíubúar að fá bætur vegna þess að loðfíllinn er dauður. Ég meina, þetta er það er svolítið langt síðan að það er búið að vera að bæta þeim þetta upp í 30 ár að skilin hvar. En, sko, þú segir að strandveiðiaflinn sé mest allir fluttur á landi. Það er bara kjaftæði. Talsverður hluti af stærsta fisklum er fluttur út heill af því að þannig hæsta verðið fyrir hann. Það er mjög eðlilegt. Eins og það getur ekki borið saman á nokkurn hátt, til dæmis verðið á fiski í byggðakvótakerfinu. Þar erum við að tala um svona 300 króna meðalverð, á meðan við erum að tala um 600 króna meðalverð á strandveiðiafla. 300 króna meðalverði er vegna þess að það er verið að veiða innan sama fyrirtækis. Þetta er þannig að verðmætin koma fram og ef að útflutningsfyrirtæki geta borgað þetta og oft 800-900.000 fyrir stærsta fiskinn, þá er það ekki að koma heil út fyrir Íslands hagkerfi, sko. Það er að koma mjög vel út fyrir það. Miklu betur heldur en að einhver lítil fiskvinnsla sem er ekki sérhæfð kaupi þennan fisk á 300 kall og gerur úr margning. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson er lokið málsinu. Fleiri sem vilja taka þetta máls undir liðum fundargerða heimastjórnar. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundafólk. Ég kem upp undir sama leið og þessir ágætu herramenn og tek undir ágætu þeirra varðandi áhrif af því að það eigi að fara að afnema línuívilnun. Og það er alveg svo að ég greindi það mjög sterkt þegar að þetta
var svona í deglunni að tveir stærstu útgerðarmennirnir á Borgarfirði komu til mín og þetta var eitthvað sem virkilega sveið meðan að þeir höfðu talsvert minni áhyggjur af til dæmis eins og hækkun veiðigjaldana hér fór þeim sem að við gerðum nú að mér finnst talsvert stærra máli hér í þessari sveitastjórn heldur en þetta því að þetta kemur virkilega illa við kaunin á útgerðunum sem eru hér í Múlaþingi. Varðandi umræðurnar sértækan ég kannski tek mig bara smá málhlé meðan það klárið. Ég að reyna að leggja orð í þessa umræðu. Varðandi umræðum strandveiðar og 5,3% byggðapottinn. Það náttúrulega eitt sem að mér finnst ég greina hjá þeim sem að svona finna strandveiðikerfinu til foráttu. Einhvers til foráttu, ýmsir gallar á því. En það það að það var svo að Mannréttindadómstóll Evrópu tók íslenska fiskveiðikerfið fyrir og komst að því að fiskveiðikerfið okkar bryti í bága við 27. grein alþjóðasamnings borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Það var bara niðurstaða sem lá fyrir og þetta snerist það að fólk hefði aðgengi og vinnufrelsi. Endur segja það í mínum orðum, örugglega kannski ekki alveg lögfræðilega tipptopp, að menn hefði aðgengi, atvinnufrelsi og aðgengi að auðlindinni og þá þurfti að smíða kerfi og þess vegna fyrst og fremst það hugmyndin strandveiðikerfi að tryggja Íslendingum aðgengi að auðlindinni okkar innan gæsalappa. Það hefur gengið ágætlega, alls konar sem þar koma fram, en þetta finnst mér oft gleymast og eftir að kerfinu var svo breytt í þetta 48. kerfi, þá hefur svona mismunur milli svæða ágerst og ágerst, en það alveg rétt að þegar kerfið var nýbreytt og þegar að sá afli sem var ráðstafari kerfið dugði til að tryggja 48 daga sem gerðist næstu því tvisvar ætla ég að segja, leyfa mér að segja, þá var ekki þessi flótti af svæðinu, sérsvæðinu. Þá ég taldi yfir sumar og Borgarfirði 21 bátur sem reri út á hverjum degi. Ég held að svona þeir hafa jafnaði í síðasta sumar verið svona 5 til 7. En ég held að þú ætlaðir að fara að leysa vanda og búa til heilsársstörf með sértækum byggðakvóta, þá þarftu að fara að hugsa það kerfi allt saman miklu stærra en það nú þarf ekki að hafa þetta lengra í bili. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Við erum í fundargerðum heimastjórna og það hafa ekki fleiri kvatt sér ljóðs og þá leggjum við þær fundargerðir til hvílu. Við erum þá komin hér í fundargerði byggðaráðs. Hér er að ræða fundarlið númer 15, 16, 17 og 18. Að ræða fundargerð byggðaráðs númer 182, 183, 184 og 185 og ég ætla að opna mælandaskráin til þessum liðum. Einhver vil taka til máls, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Það 18. liður, fundargerð byggðaráðs og þar undir 13. dagskrárliður þessa fundar sem ræðir samráðsgátt frumvarp til laga lagareldi, mál númer S-252, 2025, mál númer 529 og 530. mál. En byggðaráð Múlaþings fól sveitarstjóra að senda inn umsögn málið og fulltrúi vaflista sat hjá í atkvæðagreiðslunni og við sendum svo inn eigin umsögn. Hún eðli málsins samkvæmt töluvert frábrugðin umsögn sveitafélagsins
og því vil ég fara yfir efni hennar í töluvert styttu máli. Almennt að þá skal fyrst ítrekkað með vísan í fyrri umsögn okkar sem við sendum inn að hér enn vont frumvarp og jafnvel enn verra en frumvarp sem lagt var fram af síðustu ríkisstjórn. Hætta á að leyfi til laxeldis í opnum sjókvíum í íslensku fjörðum verði fest svo rækilega í sessi að þegar laxeldi verður bannað í opnum sjókvíum geti skapast bótaskylda hjá íslenska ríkinu. Og í þessu frumvarpi voru líka strókuð út ákvæði sektir og viðurlög sem afar bagalegt og við erum ennþá þeirra skoðunar að opið sjókvíaeldi verði bannað eða mjög verulega takmarkað og að vernd líffræðilegra fjölbreytni verði lögfest og stefnan verði í átt að lokuðum og vistvænni eldiskerfum, skýr stefna í þá átt og friðunarsvæði verði lögfest og stækkuð. Og sú staðhæfing að laxeldi í opnum sjókvíum sem sjálfbær iðnaður tilhæfulaus með öllu, en laxeldi hefur gengið illa og bein ógn við þau villta lífríki. Og þá skal mynda á að öll stærstu eldisfyrirtækin því miður skiluðu tapi á síðasta ári. Að tengja slíkt við sjálfbærni eiginlega alveg fráleitur málflutningur. En varðandi laxeldi í Seyðisfirði í samhengi við þessa umsögn og þetta frumvarp, að þá alveg ljóst að það rúmast ekki í Seyðisfirði. Farastrengurinn sameiginleik þjóðarinnar og verndun hans stórt þjóðaröryggismál. Og svo það öryggi sjófarenda og mögulega náttúruvá. Og auk þess náttúrulega mikil og viðvarandi mótstaða við þessi áform í nærsamfélaginu. Og svo lítið eitt friðun, en við viljum til að mynda gera ríka kröfu allt eftirlit verði í höndum ríkisins og rekstrarleyfishafi beri allan kostnað, en svo ekki nú. Og það líka alveg afar furðulegt að það sé hægt að sækja rekstrarleyfi þar sem strandsvæðaskipulag liggur ekki fyrir. Við viljum að öll friðun sé lögbundin þar sem áður hefur verið auglýst friðun og við viljum náttúrulega að ráðherra í ljósi bara ýmislegt sem við geti ekki farið framhjá til dæmis gildandi strandsvæðaskipulagi. Og svo það ljósgeirar, ég ætla ekki að fara í það núna, og fjárhagsleg áhrif til að mynda að frumvarpið opnar í rauninni. Þetta miklu verra frumvarp, opnar á nýtt kvótakerfi með framsali og veðsetningu og hætta á firðir landsins verði veðsettir í trássi við hag komandi kynslóða. Ég vildi koma þessu á framfæri því að þetta aðeins öðruvísi innihald heldur en umsögn sveitarfélagsins og vona að það verði tekið eitthvað tillit til þessara ábendingar. Takk. Ásvonmill Stefánsdóttir loki máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir liðum fundargerða byggðarráðs. Svo ekki, þær lagðar hér fram. Við erum þá komin í lið fundarins númer 19, 20 og 21. Hér að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 177, 178 og 179. Og ég opna mælendaskránið þessum liðum. Ásvonmill Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og ágætt fólk. Enn fiskeldi, en nú á jákvæðari nótum. Þetta sem sagt 19. liður okkar góða fundar og það undir liður 11, byggingaleyfis umsókn Kaldvíkur. Og ég segi á jákvæðari nótum og bara ennþá eiginlega á bleiku skýi eftir þá vinnu, en mig langaði til að þakka meirihlutanum fyrir afar ánægjulegt og gott samstarf við gerð þessarar umsagnar téð byggingaleyfi sem að Kaldvíkur sækir Mér langaði aðeins að reifa umsögnina af því að mér finnst hún svo ánægjuleg. Og umsögn sveitafélagsins, hún tekur mið af hagsmunaaðild og samræmi við skipulag og áhrifum á sveitafélagið og íbúa þess, með hliðsjón af skipulags- og hagsmunasjónarmiðum, réttindum landeiganda, eins og hann sveitarstjórnarfulltrúi Ívar telur bara eiga að svara og verja, þannig að við getum verið sammála því. Og öryggi siglinga. Í svæðisskipulagi Austurlands ekkert fjalla sérstaklega fiskeldi en lögð áherslu á sjálfbæra, undirstrika sjálfbæra, nýtingu auðlinda og vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Í gildandi aðalskipulagi eru svæði næst fyrirhugum eldissvæðum skilgreind sem óbyggð svæði þar sem mannvirkjagerð skal vera í lágmarki.
Nýtt aðalskipulag í vinnslu og skilgreinir svæðin sem sérstaka notkun haf- og vatnasvæða innan hafnarsvæðis. En fyrirhuguð eldissvæði í umsókninni liggja innan hafnarsvæðis Seyðisfjarðarhafnar og skulu lúta þeim skilyrðum sem þar gilda. Samkvæmt strandsvæðaskipulagi Austfjarða eru tiltekin svæði skilgreind fyrir fiskeldi en gögn benda til að hlutar eldissvæðana geti náð út fyrir þá reiti. Múlaþing telur nauðsynlegt að mannvirki séu að fullu innan skilgreindra reita. Og samkvæmt gögnum liggur fyrir að eldissvæði og áhrifasvæði ná inn á netlög landeiganda. Múlaþing telur að tryggja verði að starfsemi fari ekki inn á lögvarin réttindi nema með skýru samþykki landeiganda. Fyrirhuguð staðsetning í Sörlastaðavík liggur að hluta innan Hvíts ljósgeira Brimnesvita og nálægt siglingaleiðum. Mikilvægt er að tryggt sé að mannvirki hafi ekki áhrif á ljósgeira eða siglingaröryggi. Þetta er afar mikilvægt fyrir alla. Og hluti eldissvæðisins liggur svo inn á helgunarsvæði Faris 1 strengsins og akkerisfestingar fara út fyrir eldissvæðið. Tryggja verður að mannvirki fari ekki inn á helgunarsvæði strengsins. Allt þetta kemur fram í umsögninni sem og að ofanflóðahætta sem hefur verið metin með tilliti til mannslífa en ekki verið gert mat á slysasleppingum eldisfisk vegna náttúruvár og Múlaþing telur að slíkt sé mikilvægt að fari fram. En niðurstaðan er sem sagt svo að Múlaþing áréttir að gætt sé samræmis við strandsvæðaskipulag, tryggja þurfi vernd réttinda landeiganda og netlaga, tryggja þurfi siglingar öryggi og áhrif á ljósgeira vita, virða þurfi helgunarsvæði Faris 1 strengsins, fyrirliggi mat á slysasleppingu vegna náttúruva og fjarlægð frá árásum sem samkvæmt reglugerðum. Svo er ítrekkað að óeðlilegt sé að skipulagsvald sveitarfélagsins ná ekki til að hafsvæða sem við höfum öll verið svo sem sammála hingað til. En já, ég bara árétta það hversu ánægilegt þetta var og hversu glöð ég er að þetta er umsögn sem fór frá sveitarfélaginu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir er lokið málsinu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Ef svo er ekki, þá eru fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs mitt. Má bjóða þær að koma þá aftur í pontu. Aftur í pontu kemur Ásrún Mjöll Stefánsdóttir. Já, ég var svo först í þessari fundagerð, en þetta er sem sagt liður 21. Fundagerð umhverfis- og framkvæmdaráðs 179 sem ég bara finn með knúna til að koma, mér finnst eins og allir séu að sofna hérna, legg til að þið fá eitthvað kaffi. En já, frú forseti og annað gott fundafólk. Mér langar til þess að koma hérna inn á lið 7, deiliskipulag Gilsárvirkjunar. Já. Já. Já, einmitt. Herðu, áður en að þú tekur til máls undir því, þá ætla ég að biðja Þórð Borgarsson að koma að gera grein fyrir, hann er búinn að rétta upp hönd og við þykjumst nú vita fyrir hvað það er. Ég ætla að leyfa honum að koma hér upp og gera grein fyrir upprættingu handar sinnar. Já, frú forseti og fundamenn. Ég vil vekja athygli á mögulegu vanhæfi mínu í þessu máli. En staðan er þannig að landeigendur innan deiliskipulagssvæðisins eru búin að gera samning við Orkusöluna leigu á vatnsréttindum. Ég er eigandi að Ormstöðum 1 sem á tæp 17% í Ormstöðum og hef þar alveg fjárhagslegra hagsmuna að gæta. Eins er ég og eigandi Ormstöða 2 systkinabörn, þannig að þar er árekstur líka samkvæmt stjórnsýslulögum. Þannig að ég vil biðja fundinum að taka afstöðu til þess hvort að ég sé vanhæfur þessu máli eða ekki. Við erum hér í lið fundar nr. 21, þetta er fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 179, þetta er liður nr. 7 sem ber heitið deiliskipulag Gilsárvirkjun. Þórhallur er búin að bera upp mögulegt vanhæfi sitt, ég ætla að opna mælendaskrá undir mögulegu vanhæfi, ef einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við vanhæfi til afgreiðslu, þeir sem að samþykkja vanhæfistillögu Þórhalls rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða, einhver sem situr hjá, einn sem situr hjá. Þá við byggjum Þórhallum að víkja fundi og bjóðum Ásrúnu aftur í pontu til að ræða sitt mál og ég ætla að þiggja þetta ráð og fá mér eitt kaffibolla. Ekki veitir af, segi ég nú bara. Heyrið, já, það er þetta mál, 21. liður okkar fundar, liður 7, deiliskipulag Gilsárvirkjunar og svona til þess að fara í ákveðna forsögu þessa máls að þá lá það fyrir fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs númer
177. Þar lögðum við fram bókun sem að fjallar að við fulltrúar Vaflista höfum til þessa stutt þessa skoðun að skoðað verði möguleiki á Gilsárvirkjun en að svo í þessari skoðun komi einfaldlega í ljós að við getum bara einfaldlega ekki samþykkt áframhaldið. Fyrirliggjandi gögn eru svo andstæð hag, náttúru og sérlega vatnalífríkis að óábyrgt að okkar mati að styðja þennan virkjunarkost. Forsenda þess væri mögulega að skoða að Orkusalan EHF myndi leggja fram raunhæfa verndaráætlun vegna hins staðbundna laxastofns með ekki síst nákvæmri skilgreiningu mótvægisaðgerða og áhrifa þeirra eða hreinlega aðra valkosti til virkjunar í ánni. Að baki þessu mati okkar liggur sérstaklega álit Skipulagsstofnunar umhverfismat virkjunar dagsett 12. nóvember 2025 en það álit mjög afgerandi hvað varðar ógn Gilsárvirkjunar við náttúru og lífríki. Umsögnin verður hreinlega ekki túlkuð með öðrum hætti en að áformið virkjun að meðtöldum valkosti B hafi í för með sér alvarlegar og óafturkræfar neikvæðar afleiðingar fyrir lífríki í ánni og ekki hægt að treysta á að mögulegar en óskilgreindar mótvægisaðgerðir breyti því nægilega. Stofnunin segir meðal annars að þær breytingar sem verða á búsvæðum vatnalífvera í Gilsá neðan stöðvarhús við dægurmiðlun kunni að leiða til þess að laxastofn árinnar nái ekki að viðhalda sér lengur. Að mati Skipulagsstofnunar felur það í sér óafturkræft tap á líffræðilegri fjölbreytni enda gengur það gegn verndarmarkmiðum laga náttúruvernd auk þess sem að ræða tegund sem flokkuð í yfirvofandi hættu á válista alþjóða náttúruverndarsambandsins. Enn fremur segir Skipulagsstofnun að áhrifin geti verið verulega neikvæð einkum á svæðum næst stöðvarhúsi en viðbúið að neikvæðra áhrifa muni gæta allt til árása þar sem Selfljót rennur út í Héraðsflóa. Telur stofnunin að valkostur B geti einnig haft verulega neikvæð áhrif neðan stöðvarhús þó áhrif hans verði heldur minni en aðalvalkostarins. En í rauninni fylgja báðum valkostum núverandi virkjunaráforma mörg neikvæð áhrif á afkomu þeirra sem hafa tekjur af veiði og sömuleiðis neikvæð áhrif á upplifun þeirra sem veiða á svæðinu. Og hvoru tekja þessara áhrifa ná langt út fyrir áforma virkjunarsvæði. Og þetta endurspeglast vissulega líka í umsögnum eins og veiðifélaga. Ef ég held aðeins áfram að þá má einnig benda á að Hafrannsóknastofnun telur mikilvægar grunnupplýsingar vanti. Engar rannsóknir hafa farið fram á botndýralífi árinnar og ekki fjallað áhrif dægursveiflna á vatnalíf, þar á meðal seiðabúskap. Áhrifin geta láð langt niður eftir ánni og þörf sé á ítarlegra mati og skýrari mótvægisaðgerðum. Þegar slíkar athugasemdir koma frá fagstofnun varasamt að byggja skipulag á svona mikilli óvissu. Við í Vaflista lögðum fram eftirfarandi bókun nú þegar umhverfis- og framkvæmdaráð á 179. fundi lagði til að samþykkja deiliskipulagið. Þá lögðum við fram þá bókun að við vildum leggjast gegn því og gerum það vegna óásættanlegrar hættu samfara fyrirhugari virkjun fyrir náttúru og lífríki. En það sem mig langar í rauninni til að impra á í bókun okkar að við beinum því til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs að samþykkja ekki framlagt deiliskipulag, en þessu var beint til þeirra af umhverfis- og framkvæmdaráði. Það gerum við með vísan í að heimastjórnin fer með hlutverk náttúruverndarnefndar og ber því öðrum fremur stjórnsýslulega ábyrgð á því í sveitarfélaginu að náttúruverndarlög séu virt við alla skipulagsgerð. Við teljum fyrirliggjandi gögn sýna að núverandi útfærslu og fyrirhugari Gilsárvirkjun fylgi óásættanlega mikil hætta fyrir náttúruna og sérlega vatnalífríki. Við höfum bent á þann möguleika að beina því, eins og áður hefur sagt, til Orkusölunar að leggja fram verndaráætlun vegna staðbundins laxastofns eða hreinlega aðra útfærslu á virkjun árinnar og við treystum á að heimastjórnin, sem náttúruverndarnefndin, taki fullt tillit til þess að álit minnihlutan sem telur 40% atkvæðisbara fulltrúa við afgreiðslu þessa máls vegna vanhæfa frá umhverfis- og framkvæmdaráði að þau taki tillit til þess og skoðið málið virkilega vel út frá sjónarhorni náttúruverndar. Takk.
Sveitarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir lokið máli sínu og í ljósi þess að Þórhallur Borgþórsson vanhafi bara undir þessum lið að þá óska ég þess að þeir sem vilja taka til máls undir bara þessu lið, taka til máls núna og ekki síðar. Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Við lokum svo þessari umræðu og höldum áfram umræðu fundargerðir og svo framkvæmd. Gjörðu svo vel. Frú forseti, takk. Það er ágætis brýning sem fengum frá fulltrúum VFG og ég svo sem var ekki búin að fara að skoða þessi gögn og þetta er menn með einhverja viðbragð hvað menn ætla að gera en þetta er orðið ekki alveg hvernig maður að orða þetta sko. Við erum stundum förundóttir hringi með hvað við viljum gera. Við vorum komin á þann stað að menn voru búin að fá nógu þegar virka vatnsafl. Þá fórum við að horfa til vindmylla og einhver annar og ég held að menn séu svona hægt og rólega kannski að sjá að það sé kannski ekki rétta leiðin. Menn erum að tala um að risastóra virkjanir séu eitthvað sem við viljum ekki sjá og menn að vera að horfa kannski frekar á hagstæði minni kosti. Þessi skoðun hefur verið lengi í gangi og almennt sé verið bara nokkuð jákvætt, myndi ég segja, og meira segja frá öllum fullum minnluta. Allan á fyrirstöðum máls. Og þetta er auðvitað ekki búið hjá okkur og þetta liggur í heimastuð núna að skoða þetta, en ég veit bara ekki, þetta tikkaraði bóks orkar sem gera þetta er opinber fyrirtæki og svona, ég veit ekki, maður var svona alltaf velta fyrir sig hvenær menn myndu finna eitthvað til að segja að þetta væri allt vonlaust sko. Og ég veit að menn hafa áhyggjur af vatnalífinu, ef ekki segja ég hef svona þekki og veit þarna og svona stundið þetta aðeins, það auðvitað verða alltaf bara eitthvað að gera, þetta er þess lítið hægt því þetta er einhver rennslisvirkjun og menn geta alltaf stýrt þarna, menn eru ekki með stórt uppstrúm, það er mjög hóflegt. Þetta er svona sambærileg kannski útgáfa maður að sjá í fleiri virkjunum, hvað sem það er þó Geitarsvirkjun. Hún er svona, þar eru með bara hætta með stærri uppstöðu og menn eru að horfa meira á þetta sem svolítið rennsli virkjana sem þær eru mest keyrðar þá á daginn þegar mest eftirspurn er hæst verið fyrir rafmagn. En ég sé að það er búið að fara, þetta er farið svona leið, það er búið að semja við landeigendur og menn eru búin að komast á ákveðnum stað. Við erum að vinna þetta deiliskipulag og ég vona bara að menn geti reynt að sætta þessa gagnrýni sem eins og er að framkvæmdaraðilinn nái því og við sjáum þess að virkjun verða að veruleika. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Finnur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara held að við höfum ekkert verið að leita að einhverjum tímapunkti til að vera á móti þessu sko. Ég held að við höfum bara verið heil í því að okkur fannst þetta bara að líta þannig út í upphafi að þetta væri bara góður kostur. Við erum hins vegar alveg sammála um það við Ásrún að núna þegar þessar upplýsingar eru komnar fram þá þarf að laga verkefni til þess að það sé réttlætanlegt að verða. Það að sko, munurinn á orkunotkun á Íslandi á nóttu og degi er dálítill. En maður hefði bara haldið að það væri miklu einfaldara að verða við honum í stórum virkjunum, þar sem að magn vatns er mikið. Að skrúfa aðeins niður nóttina í stórum virkjunum. Þarna erum við að tala um það eftir þessum umsögnum sem liggja þarna fyrir. Að áin þotnu upp yfir nóttina, þar sem er hrygningarsvæði, ekki bara laxins, heldur líka silungsins. Og það muni valda skaða alveg til ósa, ekki bara þessarar ár, heldur hérna Selfljótsins. Sko. Þannig að mér finnst þetta vera allt önnur staða uppi og ég bara er ekki tilbúin að skrifa undir það að þetta sé eitthvað að við höfum verið að leita einhverju til þess að vera á móti. Því við vorum bara býsna ánægð með að vera bara hreint virkjun sko. En það er bara takmark fyrir því hversu langt er þetta að ganga og þarna er verið að ganga of langt. Það er örugglega alveg möguleiki á að sníða þessa virkjun þannig til að hún valdi ekki öllu skaða. Með því að
vera með bara eðlilega dægursveiflu í ánni eins og það nú bara þannig að ef þetta hrein rennslisvirkjun þá yfir sumarið þá bara meira rennsli yfir nóttina, yfir daginn. Þannig að það kemur sjálfur sér þannig, sko. Takk. Setjumfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessum lið? Þetta liður númer 7 undir fundarlið númer 21. Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég held ég verður ekki að koma meira hér upp í dag en þessi umræða finnst mér áhugaverð fyrir það sakir að ég velti þessu töluvert mikið fyrir mér undanfarið. Sko, það eru mjög mörg rannsóknarleyfi og við höfum nýlega sveitarstjórnarfólk fengið kynningu á því. Það eru mjög mörg rannsóknarleyfi fyrir smávirkjanir hérna á Fljótsdalshéraðssvæðinu. Og að, sko, ég bara velti mjög mikið fyrir mér, sko, nákvæmlega þessu, sko, eru heildar umhverfisáhrif af mörgum smáum virkjunum ekki töluvert verri bara en að dúkka í eina stóra. Þetta með gilsaðna, ég verður svolítið hugsi yfir henni vegna þess að þetta jú veiðijá, þetta laxveiðijá. Og við höfum hér ágætt dæmi af Fljótsdalshéraði þar sem að nákvæmlega þetta gerðist að veiði var bara eyðilög sem var töluvert mikil áður og gerist í 2 ákvæmum. Það bara Lagarfljótið og stöðuvatnið, okkar 3. stærsta stöðuvatn á landinu sem var heilmikið veiðivatn áður en var virkjað uppalega í Lagarfossi. Lagarfoss fór mjög illa með það svæði sem að mörgum þykir einkennilegt vegna að Lagarfoss lengst út frá. En málið var það að bleikjustofninn var svo svakalega að viðkvæmi fyrir yfirborðshækkunum á hrygningarstöðum. Síðan kom nú blessuð Fljótsdalsvirkjun og þá var þetta búið. Ég held að ég hef verið síðasti maður sem með þeim síðustallan sem dró silungur úr Lagarfljóti og hann var bæði horaður og glær. En þetta eru ákveðin lífsgæði sem menn tapa þarna og þarna kemur að þessu kannski svolítið sem að sko mér finnst í nútíma samfélagi ofboðslega yfirgangandi. Það þessi svona græðgivæðing, menn líta á lífsgæðin í þessum veraldlegu hlutum eingöngu og meta hitt einskis í staðinn. Mér finnst það slæm þróun, þetta þróun sem byrjar svona kannski kynslóðin á undan mér en hefur öfgakennst mjög síðan. Þess vegna, sko, ég eiginlega bara skil sjónarmið Ásrúnar og þau á aflistan vel með þetta. Ef þetta svona og verið að tala áhrif alveg út í ósa Selfljóts í Laxveiðijá, það smávirkjun þarna sem á undir algjör smávirkjun og hún orðin smærri nú þegar. Upphaflega var hann nú breytt út af einhverju einni önd sem sást einhvers staðar lengst upp í ánni og hún var á einhverju útsýnisflugi eða sundi. Þar með var vatnasvæðinu skorið niður ofanfrá. Og ég sé bara ekki, þú veist, ef það var að fara einhver krukka ennþá meira í þessu, ég lagði svona aðeins yfir þetta sinni tíma að þá sé eiginlega bara forsendurnar farnar fyrir þessa virkjun vegna hún þá ekki neitt sko. En þetta bara spurning það, hvað eru menn að fórna miklu fyrir, lítið eða mikið. Þannig að það kannski þess að maður bara veltir sig upp. Ég fylgjandi því að vatnsorkuverum, mjög fylgjandi þeim. En það spurning sko með valkostina hvort að menn eiga að vera að dreita þessum litlu virkjunum, það var eiginlega það sem við vildi helst komast að dreita þessum litlu virkjunum út allt eða bara hreinlega sleppa því og virki einhvers staðar hraustlega. Og þegar ég að tala hraustlega, þá ég tala 30-40 megawatt og þar yfir. En þess að 10 og undir virkjanir út allt, ég veit það ekki, ég fara að setja stórt spurningamarki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessum tiltekna lið?
Ef svo ekki, þá lýk ég hér með umræðinni Gilsárvirkjun og bið Þórhallum að koma aftur inn í sal. Og við höldum áfram, við erum í fundargerðum umhverfis- og framkvæmdaráðs. Liður fundarins númer 19, 20 og 21. Er einhver að sækja Þórhall? Já, innan Freyr fólk. Herði, ef það er, bíðum eftir að Tóti koma aftur í salin. Ef það er ekki frekari umræður undir þeim liðum, þá fyrir við næst í lið númer 22, 23 og 24 sem eru þá fundargerði fjölskyldur og Múlaþings númer 154, 155 og 156. Já. Það er síðasti séns til að ræða eitthvað undir liðum umhverfis- og framkvæmdaráðs. Hann er hér með lokin. Við ljúkum þeim umræðum. Við erum þá komin í þessa liði 22, 23 og 24. Fundargerði fjölskylduráðs og einhverju sem vilja kveðja sér ljós undir þeim liðum. Svo ekki, þá erum við komin hér í fundargerðir ungmennaráðs, liður númer 25 af fundinum og þetta er fundargerð ungmennaráðs Múlaþings númer 47 og ég ætla að opna umræður undir þeim lið. Einar Freyr Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðu fundamenn. Mér langar nú aðalega að koma hérna upp undir þessum lið til að vekja athygli á einum dagskrárlið sem var á þessum fundi og varðar ungmennaþing 2026. Það fer fram á morgun í Valaskjálf á Egilsstöðum og mér langar nú bara að hvetja þá sem að hafa eitthvað erindi þangað til að mæta og taka þátt. Sjálfur verði ég þar að ég held í einhvers konar pallborði í lok fundar og veit að fleiri hafa fengið boð í slíkt og svo geta þetta börnin sem heima sitja eða ungmennin og hafa seturétt á þinginu mætt og hvet þau sérstaklega til að gera það, þau sem eru að horfa. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson lokið málsins. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir þessum lið? Svo ekki og þá er fundargerð ungmennaráðs hér lögð fram til kynningar. Við erum þá komin hérna í síðasta lið fundarins sem er skýrsla sveitarstjóra og ég ætla að biðja Stangikil sveitarstjóra að koma að fara yfir helstu mál. Hlynur Jónsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, annað fundarfólk. Staðgengill sveitarstjóra flytur á þessu sinni skýrslu sveitarstjóra þar sem sveitarstjórinn sækir þessa viku stærstu skemmtiferðaskipa ráðstefnu heims í Miami. Þar er ötult starf að vinna því mikilvægt er að vinna tilbaka traust sem rofnaði þegar innviðagjöld á skemmtiferðaskip voru kynnt til sögunar með litlum sem engum fyrirvara. Árangur hefur náðst með stjórnvöldum í því máli því gjöldin voru lækkuð til að koma til móts við þessa grein ferðaþjónustunnar sem er afar mikilvæg hér í Múlaþingi. Þó er ljóst að enn er nokkuð í land til að tryggja að skipin skili sér aftur í hafnir landsins með sama hætti og var áður en gjöldin voru kynnt til sögunar. Þá er mikið verk að vinna að ná smærri hringsiglingarskipum aftur í hafnirnar okkar en algjört hrun hefur orðið í komum þeirra og ekki útlit enn fyrir breytingu á því vegna innleiðingar á virðisaukaskatti sem skipin þurfa nú að greiða vörum og þjónustu en þurftu ekki að gera áður. Það er verkefni sem þarf að takast á við með stjórnvöldum enda eru þessi skip afskaplega mikilvæg ferðaþjónustu á stöðum eins og Borgarfirði og Djúpavogi. Í kjölfar síðasta sveitarstjórnarfundar í mars tók sveitarstjóri þátt í ársfundi Cruise Iceland en þar var Aðalheiður Borgþórsdóttir heiðruð fyrir framlag sitt til uppbyggingar skemmtiferðaskipa ferðaþjónustu á Íslandi en Aðalheiður er einn af frumkvöðlum þessara starfsemi hér á landi og var í stafni þess að byrja að fá skipin til að heimsækja Seyðisfjörð. Aðalheiður mun láta af störfum vegna aldurs hjá höfnum sveitarfélagsins í vor og verður þar í stór spor að fylla. Í kjölfar þessa fundar hélt sveitarstjóri utan í Víking til Skotlands til að láta reyna á samtöl við yfirvöld þar
að koma upp ferjusiglingum á ný milli Skotlands og Seyðisfjarðar. Sveitarstjóri fundaði þessi mál bæði í Perth og Inverness og ljóst að áhugi á verkefninu mikill og áfram verður haldið með samtalið. Í sömu ferð heimsótti sveitarstjóri háskólan í Hálöndum og Eyjum, University of Highlands and Islands, ásamt háskólanum á Akureyri og þar var rætt ýmsa samstarfsfleti sem vonandi munu gagnast Austurlandi vel. Við heimkomuna var skollið á eitt af þeim óteljandi óveðrum sem gengu yfir landið í mars, svo innanlandsflug féll niður og þá voru góður á dýr, enda ársfundur Austurbrúar og aðalfundur SSA á Fáskrúðsfirði á dagskrá daginn eftir. Það var því ekið inn í nóttina og sveitarstjóri ásamt kjörnum fulltrúum Múlaþings sóttu fundina, þar sem meðal annars 60 ára afmæli SSA var fagnað með viðeigandi hætti, ekta íslenskri rjómatertu. En marsveðrin höfðu ekki sagt sitt síðasta og vikuna eftir þurfti að virkja aðgerðastjórn almannavarna á Austurlandi vegna veðurviðvörunar og rýma þurfti hús á Seyðisfirði vegna snjóflóðahættu beggja vegna fjarðarins. Óska var eftir því að varðskip Landhelgisgæslunnar kæmi til Seyðisfjarðar því ljóst var að ef illa færi þá væri fólk einangrað í firðinum. Því Fjarðarheiðin var lokuð og mjög slæmt veður á henni. Og tilfinningin nánast sú að heiðin hafi verið meira lokuð en opin í marsmánuði, svo margir urðu lokunadagarnir en samtals hefur heiðinni verið lokað 20 sinnum síðustu 27 daga, sem enn og aftur sýnir okkur hve brýn þörfin fyrir Fjarðarheiðargöng og í framhaldinu Fjarðargöng Aðalfundur Hefveitna fór fram þann 27. mars og var bæði vel sóttur og heppnaður. Á fundinn komu gestir sem að fluttu áhugaverð erindi, annars vegar Matthías Haraldsson, starfsmaður Landsvirkjunar, sem fjallaði öryggismál og hins vegar Gestur Pétursson sem fjallaði umhverfis- og orkustofnun sem hann veitir forstöðu. Og nú sannarlega tími ársfunda því aðalfundur ársala fór fram á Skriðuklaustri 9. apríl. Þá fengum við Austfirðingar góða gesti þegar viðskiptaráð kom og hélt opinn fund á Egilsstöðum undir heitinu Handan þokunnar. Fundurinn var ákaflega vel sóttur, umræður góðar og mikilvægar. Að venju nóg að vera í mannauðsmálum. Sveitarstjóri hefur verið að taka starfsþróunarsamtöl við sína undirmenn. Búið að ráða í stöðu hafnarvarðar á Djúpavogi, en Stefán Guðmundsson lætur af störfum vegna aldurs í haust eftir næstum 27 ára starf hjá höfninni, hvorki meira en minna. Þá hefur fulltrúi sveitarstjóra á Djúpavogi sagt stöðu sinni lausri og búið að auglýsa eftir nýjum aðila í það starf. Stjórnendateymisfundur Múlaþings sem haldinn 2 á ári fór fram í Valaskjálf 10. apríl. Hann var vel sóttur af stjórnendum stofnana og stjórnsýslu Múlaþings og megin þemun voru fjármálastýring, mannauðsstýring og leiðtogafærni. Daginn eftir fór síðan fram árshátíð starfsfólks Múlaþings í íþróttahúsinu á Egilsstöðum. Árshátíðin haldin annað hvert ár og fór einstaklega vel fram. Vert að þakka kærlega þeim starfsmönnum sem sátu í undirbúningsnefndinni og sáu til þess að skemmtunin varð að veruleika. Það að venju ávallt eitthvað skemmtilegt að vera í Múlaþingi og þann 28. mars fór fram viðburðurinn Connected by Food sem Daria Andronacci forsprakkin að og snýst að tengja og kynna ólíka menningarheima í gegnum matarhefðir landanna. Viðburðurinn fór fram í Sláturhúsinu og var afar vel sóttur og endaði með fjörugum hringdansi. Daginn eftir var svo frumsýnt á sama stað verkið Ég man, sviðslistaverk byggt á minningum eldri borgara. Þar var aðsókn svo mikil að fólk þurfti frá að hverfa og var því ákveðið að bjóða upp á aðra sýningu á verkinu. Svo má ekki gleyma því að nefna stórfréttir síðustu viku sem rötuðu alla leið í landsmiðlana. Lundinn sestur upp í Hafnarhólma á Borgarfirði. Hann mætti á svæðið 5. 9. apríl og mun eflaust gleðja gesti og gangandi í vor og sumar líkt og fyrri ár.
Þá vert að minnast á verkefni sem sagt frá á heimasíðu sveitarfélagsins og kallast með leikinn að leiðarljósi. En Múlaþing hlaut styrk úr sprotasjóði fyrir þetta þróunarverkefni fyrir skólaárið 2025 til 2026. Verkefnið unnið í samstarfi allra 6 leikskólana í Múlaþingi sem og leikskólans á Vopnafirði. Markmiðið að efla lærdómssamfélag leikskólana þar sem leikurinn hafður að leiðarljósi. Lögð áhersla á faglega teymisvinnu, jákvæða vinnustöðamenningu, markvissa ígrundun og nám í gegnum leik. Jafnframt stefnt að því að styrkja traust, virðingu og virka þáttöku allra sem koma að verkefninu. Á heimasíðu sveitarfélagsins má einnig finna frétt með auglýsingum þau framboð sem koma til með að bjóða fram í Múlaþingi í sveitarstjórnarkosningum þann 16. maí næstkomandi. Alls var skilað inn 5 framboðslistum og hefur yfirkjörstjórn yfirfarið og staðfest öll framboðin. Von á auglýsingu þar sem farið verður yfir fyrirkomulag utan kjörfundaratkvæðagreiðslu, en hún hefst 30. apríl á skrifstofum sveitarfélagsins vegna heimastjórnarkosninga, en í sveitarstjórnarkosningum hefst hún 17. apríl á skrifstofum sýslumanns. Nóg síðan framundan, upp með öxina verkefni 10. bekkinga á Djúpavogi sem fjallað var hér fyrr á fundinum, fer fram laugardaginn 25. apríl. En þá helgi og dagan á undan fer einnig fram á Djúpavogi hin árlega Hammond-hátíð sem fagnar 20 ára afmæli sínu í ár. Dagskráin glæsileg og afar fjölbreytt og vert að hvetja fólk til að láta sig ekki vanta á hátíðina. Fyrirhugaður fundur miðbæjarskipulag á Egilsstöðum þann 27. apríl og þá mun háskólalestin sækja Egilsstaði heim 28. til 30. apríl. Áhugaverð flugráðstefna fer fram á vegum Austurbrúar þann 30. apríl, en þar verður fjallað möguleika í uppbyggingu flugvallarins á Egilsstöðum og tækifærin sem felast í beinu millilanda flugi frá vellinum. Við hvetjum fólk til að kynna sér nánar þessa viðburði sem eru á döfinni. Fleira það ekki að sinni. Ég þakka áheyrnina. Takk. Ég þakka fyrir það. Svo dagskrá fundarins í dag tæmt og ég slít fundi.